bara started sko Þetta eina podcast í Íslandi sem byrjar að geta óþægilega Mér finnst þetta mikið betra að byrja svona Gjössamlega bara in the conversation Í kötta kannski eitthvað þegar við erum að tala Já, drulluðu Magamix Akkurat Þú varst að segja ná hann að þú giggað með Magamix á Akranesi like, er hann svona gauðurinn on the tour bus sem alltaf nakin eins og Bert Kreischer eða eitthvað Eins og ég sagði þá svona var ég ekki að gigga með hann þetta var bara, hann var á sama ég vissi ekki eins og ég held að hann væri bara í áhörnum ég held að maður var að horfa á sýninguna Var hann bara eitthvað svona sittan þarna þegar mætti bara Já, og svo bara svona, hei, Maggi Mikkelsen bara, já, hann með okkur ok, og hann var alveg fyndinn hann var eini, fólk á Akranesi elskar Maggi Mikkelsen elskar líka Þórhall fílaði mig svona ágætlega Hver svona, ok, þú veist, vinið þínir Mauricio Já Þú veit með podcast með hana Mauricio Gísla eða ekki Yes Hver svona the main motherfuckers sem svona þínum aldrei right now Main motherfuckers Í uppistandi Up and coming eða eitthvað svona uppbólsfólkið right now Sko, það erfitt að Mauricio einn af mínum uppáhalds hann er góður hann ekki, þú veist, með eitthvað efni á YouTube eða eitthvað svona sem hann er búin að gefa út sjálfur Nei Hann var fucking fyndið þegar fór hann Já, hann er að gefa út hann tók upp fryndsýninguna sína í sumar hún var spectacular sko. Hún var í, þú veist ár var ekkert vesund COVID eða bara Nei, sumari var alveg fínt mástu I don't remember sko, þetta er alltaf blurry nú sko. Það er enda rétt En ég myndi bara þegar það var sól á fullt af fólki úti og ok, það er eitthvað að gerast En jú, hann tók eitthvað að því upp hann þarf að klippa þetta eitthvað hann er svo latur í þessum maður Hvernig eru þú veist ég er svo forritin svona þegar þið ákveða að taka special hvað gerir þið til að gera upp í það hvað, þú veist, er þið að klippa þetta allt sjálfur er þið að gera þetta allt sjálfur eða? Nei, sko ég á Reykjavík Friends 2020 þá tók ég bara saman nánast allt efni sem ég er búin að skrifa yfir síðustu 4 árin eitthvað bara frá því ég byrjaði í uppistandi og lét allt saman og gerði sýningu sem ég kallaði Big Small Town Kid það er sem kom út núna ekki? Já, sú sýning vann 3 verðlaun eitt af þessu var The Grapevine Award The Grapevine Award? Yeah. Já, það er svona people know about you Heard the Grapevine Þetta er Reykjavík Grapevine það kom einhver grein í blaðinu með og þetta var svona, ég vissi ekki eins og þetta væri ég vissi ekki hvað þessi verðlaun voru ég fekk verðlaun fyrir besta póster sem er ekki verðlaun sem þú vilt fá sem grínisti lækja mikil áherslu á efni vann ógeðslega hart í því og svo bara svona þetta er flott plakat flott auglýsing maður get fyndin í auglýsingunni hún er teiknuð, sjáðu þú geggjaður í Photoshop nei svo fekk ég verðlaun fyrir Rising Star og það var eitthvað svona, ok, nice ég var út að vinna þig upp já, og síðan fór ég út að reykja manstu í græna herbygginu á Selás og kom Dabbi hlaupandi niður bara Arnór, aftur upp bara, af hverju? Ég held ángríns að það var að fara að taka velun af mér þú varst bara búin að búast þetta var svona moonlight moment svona, ups, gerum við það mistök út ekki það fyndin þú fæst hann niður, hvað var það? Það var Grapevine Award ég fór upp á svið og hún sagði ég man ekki svona hvað hún sagði og ég spurði þú svona fyrir hvað er þetta og hún eitthvað it's because you are from the north eða eitthvað, að því ég er á norðan here it is you're a guy þú fættist hana over there it was interesting because you're from a small town og ég er svona, ok þetta var eitthvað svona áhugavert perspektiv að því er frá smábæ þú veist sko, þegar fóru á þessu eitthvað 5 skipti þá var ég að reyna að taka eftir hvert stíl fíla ég skilur þú varst eins og Bill Burr, þú varst að segja þína sögu og varst að hreyfa þig og svona veist það awesome sko þú og Dan líka, mást þetta honum Dan Ava ég man, þegar ég var að fara fyrst upp þá var hann akkurat eini sem eitthvað stóð og fór á bekkin skilur fram hana og var eitthvað að benda á okkur, horfa á okkur hann er góðið maður en hann er þá að mæta hana, veistu, open mics og svona ég hef ekki séð hann, hann kom á loft einhvern tímann ég hef ekki séð hann mikið upp á sig hvað er þú að mæta núna? Einu sem ég veit af er Fredriksson sem hann að Frikki og Lofi eru með
Fredriksen Eggert og Dan Serin eru með kvöld þarna á Tunglinu Þetta hliðin á Hard Rock Arnar kom það daginn Já, fór hún upp? Já, hann búin að gera nokkra sýningar Hann, þú veist hvernig finnst þið svona, hann að mæta eitthvað svona 2-3 viku þú veist, þetta real thing svona, að það er svo mikið uppstand að segja bara, þú veist, you won't make it nema að mæti fucking 6 viku 100% eða bara, sko, þú ert að vera svo obsessed með að mæta og fara bara svo við þetta þarf eiginlega að vera bara svona einu sem vil fucking gera já, þetta, og sérstaklega svona fyrstu árin að það er bara svona að grænda algjörlega, en þetta er samt eins og finnst þú veist, ég lít tilbaka og ég hugsa þú veist, bara í öll þessi skipti sem var að mæta og svona 3 í salnum og þetta var svona eitthvað ömulegt kvöld en ég horfði ekki á þetta þannig þegar ég var að mæta mér fannst þetta svo geðveikt það er gott, akkurat, þú varst með rétta svona mútið skilur til að mæta í já, þetta er svona ákveðin delusion samt já, það sem þetta bara, wow okay, ég er í my own merch sem ég bjóti sjálfur the delusion is real, sko yeah, baby, hann er meika maður fake it to make it, fucking gullúr ég var obsessed með úr þegar ég var 15 eða eitthvað, þú veist, ég fekk fyrstu vinnu mína byrjaði bara að kaupa úr, en allt fake náttúrulega og ég svo þegar ég byrjaði að djamma ef þið sem er fake úr prófið að djamma með fake úrun eitthvað because you'll break it, þegar þú ert eitthvað fyrst bumpin í lofti, þá bara brotnar rólinn ég hef brotið að minnst svona 12 úr þannig fyrir en ég keiti þetta er Hugo Boss, þú veist þetta er bara alveg úr, skilur flex bro, like it þetta er líka, alveg svörtu með gull, I'm a killer, sko þetta er baller svona rapper look eða eitthvað já, ég fíl þetta er flott ég er svona, ég veit ekki okay, þú dress like a svona þú at comic store, skilur já, þetta er bara rosalega eðlileg föt ég á úr en ég já. Er ég of er ég vera of fancy right now nei, þú bara lukka vel ég er í your sanctuary ég ætla ekki að drull yfir hvað nei, maður drulla yfir eins og vill úr og inniskór, það finnst mér áhugaverð blandað líka það er alltaf þess að finnir ég fyrir alltaf inniskóðina svo ekki að tekja af mér finn sveitar eitt oh my god það er enginn sann skiti jafn mikið eins og þetta frikki þegar mætir það fæst þér 16 kaffibólla já það er svona, það er gaman og hektik líka að taka viðtal við hann við vorum að reyna eitthvað að gera bits við vorum að gera að connecta saman eitthvað að tala sæði það er stundum þegar maður connecta með frikka þá er águll, sko já, það er hann ekki er hann ekki alltaf sober núna? jú ok, það er fucking gott að heyra með hann var náttúrulega svolítið rough, skilur við allan þegar ég kynntist honum og svona og var svo radical og svo bara ég heiti allan að fara átnarni, skilur, hann hætti bara og hann er núna, þú veist, mér líði svo að alltaf ganga miklu betur hjá hann, skilur 100% þú veist, ég bara alveg stórkostlegt að segja stoltur aftur á hann er hann eitthvað að fara að gera eitthvað half an hour eða eitthvað svoleiðis hann er ekki neitt mann að tala um hann, sko en hann er svona 100% svona comic hann er svona horfir á þetta sem craft og hann er ekkert að drífa sig í að gera eitthvað svona glamorous dæmi hann er rosalega mikið bara svona að horfa á þetta sem ég ætla að vera betri í þessu og er alltaf að leita leið til að svona betrumbæta sjálfan sig sem er svo aðdáðanlegast þegar ég var að hitta hann, þú veist hann alltaf var eini sem ég talaði við sem var alltaf bara í mændin á hverjum degi og þú veist já, hann er living the comic life, sko hann er akkurat bara svona obsessed með uppistand og er með svona ég myndi segja hann sé með svona rétt að sjóna og hvernig á að gera það þannig að þú veist, ég sé alltaf spyrt allir uppistandur þetta, hvað er svona þú veist, þegar þú byrjar í þessu getur við kannski take us a little bit back hver var Arnór back then fyrir 5 ára síðan við getum tengt þetta saman að því að Frikki kemur dálítið sterkt inn í þessar sögu já, ok en ef ég byrja bara alveg upp á byrjun já, maður take us back yes sir ég þarf að fá svona the year was 1994 já, veistu 94 mótin yep damn, hún bara nákvæmlega bróð minn there you go, sko aha, 7. janúar 7. janúar, damn áttu ekki þá að vera superior athlete það ekki það janúar babies, eða? Nei, fucking sami ámælastur og Nick Cage það er eins sem við veit vá, hvað þetta skrítið, maður, ég var að hlusta Nick Cage eitthvað viðtal áðan ára og labbaði inn já, með að kveikt Guður, ertu múin að sjá nýju myndina sem hann er að fara að koma út? Nei, hvað það? Hann er að fara að gera mynd það sem hann leika sjálfan sig byrju, ég hef heyrt þetta Þetta er einhver grínmynd það sem hann er allt djókið er að hann gerir allt fyrir pening af því að hann vantar pening
sem mér fannst svo meta, þetta er svo mikið meta-joke ef hann gerði þessa mynd er hann ekki múin að kaupa eitthvað skuldi eitthvað þess vegna er hann að gera alltaf sér shit í mynd jú, þú veist, gæinn var að kaupa sér einhverja eyjur í Karabíska hafinu hefur heyrt eggið hann keypti risaðileg þurft að skila því og eitthvað hvað skila maður í risaðileg búinu mæta þar aftur inn bara, oh shit það er eitthvað virkilega badass eða þetta var líka stupid kaup hjá okkur 17 ára gauðir eftir svona 10 ár þegar þú getur það hann á risaðileg en hann á ekki bíl sko priority straight sko Jesus. Hvar voru við samt? Við vorum taking it back til þegar byrjaði uppstandinu og Frikki var í líka já, ég byrja bara svona alveg á byrjun hvað svona kveikti áhuganum og þessar löngun til að fara í uppistand já. Ég myndi segja sko þú veist, árið 2012 þá rakst ég á Louis C.K. Fucking my favorite sko já. Bill Burr, Louis C.K. það er bara fáir betri sko ég horfði á fyrsta special mér fannst það bara svo þetta var bara svona eitthvað allt öðru seldur en ég séð áður mér fannst það bara, ég tengdi svo mikið við þennan húmor, þetta bara svona bara algjörlega blew my mind já, maður svona, hvað varst þið gaman þá, þú veist, svona 18 ára já, þú veist, mér er svo svolítið retarded að hugsa, ég var eitthvað 12-13 ára að horfa á Louis þættina sem er alveg svolítið svona, þeir eru adult þætti sko, shit sem þið fara yfir sko það er skemmtilega að vera svona ungur og tengja við eitthvað svona sem á ekki að vera fyrir mann maður líður svo, mér allan með leiðis already, ég var jaded, ég var 16 ára og ég vissi svo mikið já en ég sá hann og svo var ég að vinna á þessum tíma var að vinna í Sláturhúsi B. Jensen með rétt hjá Akureyri Ertu daglega þá eitthvað með fucking blacka meat sem úr choppin já, fyrst drepuru úr Sláturhús really? Já, þetta var Sláturhús plus bara kjötborð Ertu þá með þessa byssu í hausin hana já, pinnabissa ég var endur ekki að skjóta það sko. ég var svona aftast varstu aftast að miða það sniper eða eitthvað straka færi ykkur þú var alltaf lengri pinna í öllum þessu vinnu þá er maður alltaf svona prakkarast og eitthvað þú veist, var ekki eitt skipti sem ekki var bara þú veist nei, þetta er bara pinna þetta er bara svona, þetta lítur út eins og lightsaber og þannig að þú verður að koma right í hausina já, þú verður að koma upp og sé þarna No Country for Old Men já þetta er það sem að nota til að mesti svo góðu villain sko. en þetta er samt, þú samt hlaðar svona eins og byssukúlmi í þetta þannig að þú skýtur pinna þá kemur ding 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 svona, hvað kallar þetta, maður hilki shit en þetta er mjög svona absúrt byssa dýna það ekki leika út af fucking bellir en já, það var alveg upplifun en líka sko þegar þú ert að vinna í vinnu ég var 18-19 ára gamall og var bara svona að hata allt saman þá var einhvern veginn uppistand að horfa uppistand svo er maður að vinna allan daginn og maður byrja svona að dagdreyma svona hvað ég væri bara uppistand þú veist, með að við að vinna í fucking Sláturhúsi the dream bara geta hlegið og djóka sko. já, og þá svona byrjaði svona þessi hugmynd að koma eitthvað svona þetta en svo fór ég að googla og það var ekki neitt og þá akkurat á svipum tíma þá byrjuðu open mic-anir í Reykjavík það var Rökkvi Vésteins what the fuck já, hann er alveg early uppistandir enn á Íslandi it's a guy eitthvað svona já, Rökkvi Vésteinsson ok, það er svolítið kunum Rökkvi, já en hann byrjaði með svona tilraunar uppistand sem er bara open mic og þá aftur kveiknaði svona hugmynd bara sétt maður, ég þarf að flytja suður en mér fannst svo kjánalegt af því að, þú veist, ég er frá 150 manna bæ já, hvað er þetta frá? Hauganes þetta er eftir á Dalvík, ok, wow, þetta er tiny þá virkilega tiny já, við vorum 4 í bekk sko. 4 í bekk? Við vorum 4 í bekk og pluss bekkunum fyrir ofan og saman, þú veist hvernig faraðu kæristu? Það veit allir líka allt frænguðinnar oh god þú átt ekkert kæristu ef þú átt kæristu þá hortu fucking sick að þú frænga sick on my gaur, ekki kissa frænguðinnar það var svona cool, það var ekki að móti því in that town sko nei, fólk svona horfið yfir já, þú veist, þetta er bara frænga hún er í 3. ætt, it's fine já, minnst að hvað er þetta ekki frændans
Nei Hættu sem maður, stjórnast ógæslega Þannig ok, Arnór er þetta, hann er með Ríða frænkunni, right? Og það er ástæðan fluttir þess að söður Já Til að forðast hennar fordómanum Já, shit maður Hún er dauð núna undir bíl einhverstaðar maður En ég var með þess að það dagdunum ég þarf að flytja söður En ég þurfti einhverja afsökun til að flytja söður Og afsökunin mátti ekki vera ég ætla að vera uppistandari Er út af bara fóreldarinu þá eða eitthvað svoleiðis? Mér fannst það bara svo kjánlegt Það er svo furðulegt right? Nei, það er svo furðulegt að vera Ég held að flest allir geta tengt við þetta saman hvort þessi litlum bæ ekki En sérstaklega þegar þú ert á litlum bæ þar sem allir verða annarkvort bara sjómaður rafvirki, alkoholisti eða einhver blandaði einhverju En já, ég er svona einhvern veginn þorði bara ekki að segja henni mikið ekki vilja í skóla ég bara náði ekki að einbytta mér Fórst í menntaskóla eða? Ég fór í Vaffema, já. Og þegar ég fór í Vaffema að læra matreiðslu sem að kom svo síðan ætlaði ég að fara að læra kjötið þegar sem fór ég að vinna í sláturhúsi Ég hafði þess engan áhuga á þessu þetta var bara eitthvað svona, shit þarf að finna eitthvað Akkurat, ég fór í rafvirkjan, sko it's revolting núna, sko, að vera rafvirki Já, maður þarf bara að finna eitthvað til að mamma vera ána Akkurat, maður Stjúpabbi var rafvirki, makes sense Já, akkurat Try that shit out Já, en ég þurfti að finna einhverja ásökun Þannig ég hugsa svona, ok, ef ég segi fólki ég sé að fara í kvikmyndaskólann Og ég fer í kvikmyndaskólann, þú veist, þetta var ekkert, ég ætla ekki að ljúga Ég var ekkert að stalka Instagram með það, sko, ég sá það Já Þannig ég sótti mig í kvikmyndaskólann Komst ekki inn í fyrsta skipti þegar ég sótti Veistu hvað vandamáli var? Veistu, ofreðhærur? Nei, það er endar eitt af skilunum þú þarfst að vera Það eru shit mikið rauðhærum á þeir fagast í kvikmyndaskólanum Ég þekki marga sko Ég held að það sé rétt hjá þér Þetta er eitthvað, ratioið er off hana A little, og líka ég veit ekki, ég er ekki í skólanum en ég man eins og tæni skólanum ratio milli nörd og stelpu Já Böllin eru bara lön Já En ég Hvað var vandamála, kannski komið inn? Ég fór í þetta viðtal og ég var bara svo stressaður og hann spurði mig hver uppbóðs leikstjórn minn var og ég sagði Judd Apatow Já, ég meina núna sko, I love that, elskan sko en var það ekki the right answer fyrir þá? Nei, þeir eru að leita að, þú veist Roman Polanski Já, Francis Ford Coppola Já, Coppola held ég Þeir eru að leita einhver svona og þetta var ekki eins og uppbóðs leikstjórn ég er bara einhvern veginn Já, þetta var fyrst sem þú dæst í hug Já, ég var að Judd Apatow og þeir voru svona hver er það? Og einn gæðin í viðtalni ég held að það sé gæðin sem skrifaði Superbad og ég er svona, nei, hann skrifaði ekki Superbad af því að ég held að það væri Seth Rogen en svo komst ég ljós að hann var með í þessu? Já, hann með í þessu og ég var svona eitthvað, nei, það var ekki þannig, ég veit betur en þú ég var 18 ára, eitthvað var bólu grafin eitthvað, nei, reyndar ekki Þú er 18 ára, þannig hvað árið er þetta? Þetta er 2013 Já, ég var 19 ára Já. En allan þeir sögðu nei og svo sótti ég aftur 2016 þá komst ég inn Varstu bara að vinna þá í sláturhúsinu bara að meðan? Sláturhúsi, svo fyrir ég að vinna eitthvað Sæplast á Dalvík Ég var svona flakkandi til að fór aðeins aftur í skóla en ég loksins komst inn og flutti suður það var geðveikt að komast einhvern veginn suður og frá öllu Varstu í einhver svona aðeins meira að kynnast sjálfur sér Já, varstu þú veist einn íbúð bara eða varstu Nei, ég bjó með Konagotta, veistu hvað Konagotta er? Nei, þetta er ekki Ég hef heyrt þetta nafn á þau sko Já, hann var alveg smá svona Snapchat frægur á þessum tíma 2016 Hann er mikið á TikTok Ég veist ég gæði að hoppa klett Hann er filmmaker dude? Nei, klett, nei Klett, hvað þið sagði? Klett? Nei, það er ekki gauð sem hoppar backwards af einhverjum svölum og það er mega million views og hann er svona filmmaker dude Hoppar vanlega klettum og hann í sjó eða að klettum og hann í á eða að foss og á klett og hann í sundlaug What the hell? Nei, koni gott sko, ég held að svona einhverjir eftir að vita hvað koni gott er en ég endaði með honum og við byggum saman í Kópavogi og svo einhvern veginn gaf mér svona nokkra mánuði til að þvora að fara upp í standi ég var alltaf að mæta á sýningar og horfa á
Já, þú var in the back bara. Já, var alltaf að plata vini mín til að koma með, þetta er gaman. Þau var svona, ég nenni ekki á uppistand aftur, þið segja alltaf það sama. Ég bara, nei, það er að skemmtilega við það, maður. Come on, man. Come on. Hann er alltaf með einn vin til að koma með til að svona fucking hjálpa sjálfströstinu. Já, hann sem krýpast með sér. En svo ákvað ég, fyrsta skipti sem ég fór upp á svið, það var sumarið 2017. Það var 16. júní. Já. Jú, 16. júní 2017. Þá hafði ég samvætt við Rökk og Vestens og hann var einhver svona, þetta var ekki open mic, þetta var bara svona einhver makeshift sýnings, bara svona allt í einu, bara svona, jú, við erum að fara að henda hérna í sýningu hérna, viltu vera með eftir viku? Og ég svona, já, ég ætla að vera með. Og ég mæti, og þá er þetta ekkert venjuleg sýning, hann fekk einhverjum nokkru uppistandara, Greipur var að hósta og þetta var fyrir svona steggjunarpartí. Já, konur þá eða? Nei. Okay. Gaurar frá Dalvík. Hvernig eru gaurar á Dalvík? Eru þú veist, harðir fiskmenn eða eitthvað? Já, eða svona vélsleða dúttar alltaf með í vörinni. Já. Það var ekki svona Þú rostu mikið bíla fucking artikat. Hvað festi því fucking korflettflaka? Þetta er eitthvað deep cut fucking Dalvík. Ef þú átt artikat, þá er skítudrasl. Ef þú átt skít, þá er artikat fucking rusl. Ég veit ekki hvað er gott. Nei. Ég kann ekki að velst það sem maður á að hafa ekki? Nei. It's all gone. Nei, þá fer bara eftir í hvað partí þú ert. Þú ert í partí og gæðin sem á húsið á skítu, þá er artikat drasl. I hate this party already. Akkurat. Fucking ég er svona líkið sem við Keflavík, þú veist, bara í Keflavík og mætir og það er alltaf one guy sem er að segja þér hversu vel hann gengur að selja gras. There's always one of these motherfuckers. Þá veistu hún gengur ekki vel í einhverju. Það geti vel að segja það. Já, ef hann er að flexa svona. Það er svona, ég líkti þessu við uppistandarar og rapparar, þú veist, þegar rapparar eru drunnir. Ég þekkti þessi gaur heiti Garðar, ég veit ekki hvort það rappa lengur, en alltaf ég fór í partí með hann, þá sast hann með hlina mér og real close og bara hey, check out þessu með og bara opnar lyrics og byrja bara rapp í 20 mínútur og ég fyrst alveg, já, svo bara, I gotta stand up og fara að kúka eða eitthvað, I gotta get the fuck out of here. Þetta er svo mikið, ég veit ekki hvað það er, af hverju fólk gerir þetta, uppistandara gerir þetta líka, sumir uppistandara, og bara svona, þeir eru bara að ræna tíma þeir. Já, þeir eru að ræna tíma. Sýna hversu flottir þeir eru. En ég veit ekki hvað þeir eru að græða úr þessu oftast, þetta, þú veist. Ég held þessi gaur, þetta var áður hann prófa að fara upp á svið, þannig að það var kannski bara svona hey, ég get gert þetta en ég ætla bara að gera þetta við hlina ykkur, skilur við. Já, það fer alltaf eftir svona væpið sem er koma með þegar þeir eru að fara að gera þetta. Ef þetta er eitthvað svona, sorry, má ég sína eitthvað smá, þá eru þau smá óöryggi með það og þær eru óöryggir og vilja svona fá eitthvað frá þér. En ef þeir eru svona kokki eitthvað að koma upp að þér, þá eru þið samt ennþá óöryggi með það. Já, þeir eru bara different fucking egoið þeirra bara er einhvern veginn stærra heldur en óöryggið. Þannig að þeir svona eitthvað, hey guys, sjáðu þetta og eru samt að býða eftir svona smá svona, wow, þetta er geðveikt og þá svona eitthvað, ég veit mér líður samt eins og ég sé að tala er bara eitthvað svona það er samt eins og mér líður eins og ég sé gælan in the situation og það gaunin er reynað mér núna og þannig ég er alveg, wow, klappa fyrir honum og eitthvað. Þetta er alveg smá svona þetta er alveg smá þannig. En let's take it back maður, þú veist hérna komin 2017, þú ert að mæta fyrst uppstandið hérna. Já, og Friðrik er þar. Já, er hann byrjaður á sama tíma þá? Hann byrjaði held ég 5 mánuði mandan. Þannig að hann 2 mánuði inn og ég var að gera þetta í fyrst skipti, þá var hann að segja mér the ins and out. Hann gerði akkurat um mig sko, það var frábært að fá hann sko. Friðrik gerir þetta við alla og það er svo fyndið núna, við vorum einhvern tímann í Grænaherbygginu og það voru allir uppistandar sem byrjaði eftir Frikka með Frikkasögu sem hann var nákvæmlega eins. Ég byrjaði, Frikki talaði við mig og var að segja mig hvernig þetta er gert og maður var stressaður að fara upp á svið og Frikki gerði það svo mikið verra að maður bómar. Þetta er bara endalaus hringur að Frikki bara segja þér tala við þig á hann að fara upp á svið, þú hefur ekki tíma til að hugsa að ég Frikki er að tala við allan tíma svo ferði upp og bómar. Mér gekk við allan, leið mér nema, ok,
ég ætla að call this motherfucker out en ég veit ekki hvort mætir þetta, hann var alltaf feitur hann, veistu hvað Tim Dillon Já hann var svona líkur honum hann var svona hún leiði óöruggur allavega því hann var að öska svo mikið og hann var ég veit ekki, hann mætti allavega eitthvað fyrstu 3 skiptin og svo sá ég hann aldrei aftur en hann eitthvað, ég er að djóka með Einar, that motherfucker þú veist, ég hef ekki að móta honum en ég man enda sko Arnar sagði með sögu að einhvern tímann kom Einar upp til Arnars og var alveg, hvað er hann að auðla vinurinn, Frikki og Arnar bara, hæ? En þessi gaur allan, þú veist, hann er fínt ég hef ekki að móta honum en hann er indi, hann er bara tala um óöryggi sko. Já, mér leiði allan eins og þetta var það sko. Já, það er allt öllum öðrum að kenna Ok, hann bamaði eitt skipti og var bara eitthvað fuck you man, fuck you people fór út hann þarf að sorta sitt að hát sko. En hann er æði hann púlaði eitthvað svona move sem ég alveg þetta er ekki flestir uppstand myndi ekki líða svona ég horta svo mikið uppstand og eins og Opie and Anthony hlustar eitthvað á ég er religious, ég elska ég fíla þetta gamla það er akkurat eitt sem ég hlustaði líka á í Sláturhúsinu stanslust, ég downloadaði Louis C.K. hjá Opie and Anthony þetta voru bara einhverjar 60 tímar eða eitthvað nú er þetta komið eftir 140 þættir eitthvað á YouTube núna líka Opie and Anthony fandom er insane þannig að þú getur fundið allt á YouTube og bara ég sé það ofta akkurat svona eitthvað poppar upp annarslega eitthvað Patrice O'Neal segja þetta Patrice er ekki það var fyrsta Opie and Anthony ég hlusta allar Patrice þetta og það er mér finnst að var engin betri really þetta er alveg gull líka sjá þú veist Patrice með Bill Burr og þetta er svo mikið bara þeir Já, þetta er svona það væg frá þessum gæjum með Bill Burr núna sem er bara stærsti uppstandur í heimi þú færð aldrei svona viðtal eða þannig upptöku aftur það er akkurat svona, ég er röglega mólda þetta podcast við þá þú veist bara hvernig, og ég eventually verði með 4 mækar sko, það lakaði til sko þá er þetta bara go crazy fuck já en með Einar ég ætlaði bara að segja hann ég vissi, ég fatt alltaf uppstand á þú átt að búið til djók og svona en ég var ekkert eitthvað kvíðin að fara upp mér finnst rosalega gaman að public speaking þannig ég hlakka bara til en mér er skemmtilega að segja sögur og að ég veit að ég mér finna sögur það er kannski ekki alveg sem maður á að gera skilur en það allan að ég gerði það eitthvað 4 skiptin og ég segði sögur það sem ég var að runga mér eitthvað 1 skiptin og klára í auga mitt og svo eitthvað mamma að fara að labba inn og eitthvað og Einar öskar eitthvað út og ég eitthvað svona drull yfir hann eða svona tjóki í honum og þá hann kemur eitthvað hey, I got a tip for you shouldn't make fun of other comics what the fuck, why, I'm gonna stop the show for this, you fucking baby sagði hann þetta á meðan varst það på svið? Já hann var eitthvað, can I give you a tip? Ég var eitthvað, yeah, sure, okay og hann sagði þetta, ég var eitthvað I got a tip for Einar, don't heckle the comics there you go man hvað er alveg Einar? Jesus Pétur ég gerði þetta sögum mist og ég var drullaður yfir af öllum hana ég var eitthvað fremst, ég var bara eitthvað fuck, ég vil bara vera fremst og svo sagði ég að þeir spurðu mig eitthvað þannig ég svaraði og þá var það sem ég átti ekki að gera skilu þannig að þeir var fucking drullið yfir mér og eitthvað what? Já svona þetta var fyndið skilu þetta sérstaklega Hugh, ég elska líka svona hann er Briti, right? Nei, hann er bara þykast hann fyrir Sauðárkrók nei jú fuck you man, no you're breaking my world hann heitir Haraldur það getur ekki við Halli? Hugh já hefur einhvern veginn að sé hann á Facebook eða? Nei en hann talar alltaf ensku og svona breska ensku bara stór fucking furðulegu náungi really? já þú ert breaking my head sko ég tala svo oft við hann maður á ensku bara alveg hann aldrei búin að brjóta karakter í kring við? Nei hann er að fokkja Nei, erum við að tala um sama gæi hann var alltaf Hugh Coverdale Jones alltaf í hérna slopp já. What the fuck er hann a character? Nei, ég er að fuckja ok, jeez ég er bara hversu góður leikar þegar vorum eininn á baðherfingi þegar ég totta hann skilur the whole thing það er svona Kaufman-esque dæmi það bara fokkja þér allan tíma hefur þú séð þetta dokumentari? Ég hefði ekki átt að segja neitt hefði ég ekki sagt neitt og þú svona hitta Hugh aftur og bara svona eitthvað Hugh,
hætti þessu ekki að segja Haraldur frá Sauðakrók hvað, fættist þú Akureyri og flyttur á Sauðakrók ég fucking hann allan að mér fannst það svo fyndi bara, hann var svo fljótur að drulla á mann sko og ég var líka báð sko, þannig að þið voru allir með sömu djóki hey, you got no hair fucking en það, ég held að það er good experience að vera, sérstaklega ég og Arna mættu á fyrsta skipta og voru bara uppstandarar og voru allir að hjálpa okkur svolítið bara að nurture okkur hvernig við maður gera þetta svona það var good experience maður það er svona gott að svona einhver svona show you the ropes og já maður, frikki að láta það báma hana líka fínt að hafa fá svona ég veit ekki hvort að maður getur sagt svona góð ráð allan svona það er fullt af öðrum uppistendur að segja þér, þú veist, ég myndi gera þetta í staðan fyrir þetta eða segja einhverja sögur, þá var allan að færðu svona úr nokkrum áttum svona púsla saman fyrir sjálf þetta er sama eins og bara, þú veist hlustaðu ykkur Joey Diaz ég hlustaði á þig og Arnar á leiðninga það voru að tala um hann þá það var tvennt sem ég fílaði sem ég fílaði meira tvennt, everything else allt þitt var rusl það er ekki að fyndi ef ég væri svo insecure þú gerir þetta og ég fucking brjálaður stoppa við talið maður farðu út en ánum fyrir að rappa smá fyrir þig ég var að djóka, ég rappa, ég var gaurinn er þetta góðu bygg? Nei, en það var tvennt svona sem er svona nice, ég fíla hann einhver af því að þú sagðir þú elskar Joey Diaz og að þér finnst óþægilegt að horfa sjálfa þig klippa podcastið það er heilbrigt það er merkjum heilbriða mannesku eða mannesku sem að svona bætir sig fljótt that's a good compliment sko ég fucking læktir við það já, af því að ég sé þetta er svona karaktertreit sem að er í öllum þeim sem að svona bæta sér hratt er að þeir svona low-key hata sjálf sér og þetta er allt svona dæma sjálf sér svona dálítið hart en halda samt áfram af því að þú veist þú sérð hvað bætið þér hratt og svo líka er þetta bara þetta er meira svona calling allan daginn maður ég veri þú veist ég var svo super insecure krakki sko ég var líka þú veist 1.15 þú veist forever sko ég var svo lítill en það var svona ég byrjaði boxi þegar ég var 13 ára það var fyrsta skitt sem ég var ég var með sjálfstöðust og byrjaði að ríða stelpum og þá allt í henni bara breytist allt í mig ég lærði að tala um stelpur með að lesa bókina The Game sem er pick-up artist bók og byrja að læra pick-up artist þú veist hvað það er svona pick-up gælar borum og bara everything fucking changed og þetta allt þetta sem ég er að gera núna þú veist ég er alveg sammála, ég hata sjálf mig definitely right in there sko en það heldur maður ganga þetta skilur við bara bæta sig every fucking day nákvæmlega þetta er svona erfitt að segja þetta sé að hata sjálf þetta er svona af því ég líka elska sem ég er sko ég sé hver ég var hvað ég bætt mig ég elska það er náttúrulega máli að horfa aftur 1 ár kannski nokkra mánuði og vera bara eitthvað ekki þessi guð lengur eitt árið síðan hérna skilur þá var ég verslustjóri á Dominos og var bara ég vissi ekki eiginlega en I fucking hated it sko ég var að vinna svona 6 daga viku 24/7 í símanum og þú veist veikindi og eitthvað og nú er ég svona vinnu sem er ekkert mikið responsibility og ég gerð þetta og fyrirtæki myndi koma í 100 skall profit a month fucking ég komi núna eitthvað 700 skall sales á 6 mánuðum það er fucking ridiculous maður trúi það ekki að ég byrjaði en bara það tekur allt bara í dag einu skilur fuck já maður fuck já það er snilt þetta er sko thank you bro eins og þú út uppistandur ég er eiginlega alltaf ég peppa Arnar upp í að fara upp á svið og ég og hann erum eiginlega alltaf svona við höfum alltaf verið svona accountability buddies með margt shit peppa hann og hann peppa mig og því ég elska business og þú getur grætt pening það er svo margt sem þið getur gert til að fucking verða bara brand stækka ykkur og netið allt, þú getur gert fucking everything á netinu og grætt pening og já ég veit ég er svo lélugur í því allir lélugur í maður það er málega líka sko. ég er samt, maður veit samt að þetta er eitthvað sem maður getur lært og verið eitthvað svona smá þú veist kannski, ég er kannski að hugsa maður verið svona eitthvað brand en bara þú veist að leggja smá meiri vinnu í þegar maður posta klippu að eins og sagðir hann að bæta við
texta og eitthvað svona sem ég hef gert áður fyndið að þær klippur fara alltaf einhvern veginn lengra bara þegar texti, fólk les það ekki eins og þetta bara einhvern veginn að hafa þetta en já, líka með þetta og ég bara veit það ekki en hérna hvað voru að tala fyrir? Við vorum 2017 og varst að mæta fyrst upp í þetta sandi og svona byrja bara að vera obsessed með það, tala það sko Já, ég gerði fyrsta open mic minn, ég bóða maður fyrir framann Bachelor. Hvernig bóðan var þetta? Var þetta silent bara eða? Sko, sagan sem ég byrjaði bara með sögu og sagan sem ég var að segja var alveg góð en ég var með mækinn við naflan á mér Hann heldur ekki að mækinn við munnin? Ég bara var ekki að hugsa ég var stressað Þú sagði ekki neitt ég er í bónus daginn allir bara what the hell Var engin eitthvað pick up the mic Nei, þetta var svo skrítið sko en sko Bachelor party fyrir einhver ástæði þá límdu þeir fyrir munnun á gaurinn sem var verið að stekja og hann satt fremst og ég vissi það ekki fyrir en ég mætti og ég sá bara gaur með límt fyrir munnin og þeir voru allir bara svona með krosslaðar hendur og bara þessi gaur umlegur Já, krosslaðar hendur maður sér nefnilega bara fremsta krátið, það er óþægilegt Allir að dæma, greipið voru að hósta og ég man eftir að þetta var á bar 11 og ég var svona á einhverjum litlum gangliðan á sviðinu og þegar greipur var að kynna mig upp á svið þá var svona, ok, ég var á leiðin út ég ætla að hlaupa í burtu og ég fór að hurðinni, opnaði hana og var komin hálfa leiðina út og var að fara að hlaupa ég bara arnótaði og fólk klappaði alveg vel og ég svona stóði í hurðinni og bara ok og svo einhvern veginn þegar maður fyrir upp á svið þá fór ákveðin partur af stressinu og svo núna var bara, núna var ég að muna hvað ég er að segja ég tók mækin eitthvað og tók smá langa tíma og kunni ekkert á þetta svo bara held ég upp með naflanum á mér bara eitthvað ég var í bónus daginn og bla 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 svo gæði með teip fyrir fram á munnin og bara eitthvað, hvað er í gangi með þannig að hló ekki sála alveg silent maður alveg silent og svo fór ég að sviðinni og Frikki bara eitthvað, vel gert maður, þetta var bara fínt bara muni að vera með mækinu það er enda gott ráð sem að Frikki gaf mér vera með mækinu með munnin I mean you would assume you would know that Já, en það var ógeðslega gott sem að sumarkvöld þannig ég og Frikki vorum út í sólinni að drekka bjór reykjandi sígarettur og vorum bara eitthvað svona að tala comedy og það var ég var ógeðslega sáttur ég fór upp á svið ég vissi að ég bóða maður, ég fann fyrir því en á sama tíma var þetta eitthvað sem ég var búin að langa að gera í þessum tíma í 5 ár held ég bara að hugsa daglega það þannig að ég var svo sáttur bara loksins, núna móti að byrja það var líka the high sem að fær ég og Arnar, við fórum út og við erum betri en allir og allarlega heim og við bara gaf fuck yeah, ACDC maður verður svo pumped og ég skil núna þau uppstæðan að tala maður vil líka að kvöldi endar og þau fara út og ríða og gera kóka og svona I get it maður, það high er crazy Guðs. Já ég veit ekki alveg hvað ég má segja en hvað var svona, þú allan að mæta hana fyrst byrjar þá bara, ok, ég ætla að gera þetta núna 5 sinum í viku Já, ég ætla bara að mæta hvert einn skil sem ég get Já Það var planið Þú bjóst rétt hjá ekki, bara ekki starf hérna í miðbænum Nei, í Kópavogi Já, ég bjó í Kópavogi, rétt hjá Hamraborg Maður tekur strætó og ég fór alltaf beintið til reyndar skólan Kvikmyndaskólinn var á Grens og Sveirum þessum tíma Búið að rífa núna En það var alltaf á mánudöfum og miðvikudöfum Mánudöfum var Gísli Jóhann með Golden Gang Comedy Come Talk Funny Það voru svona aðalkvöldin Það voru sko, svo klikkað að hugsa tilbaka en þessi mánudagskvöld það var eitthvað sturlað því kannski 10 grínistæðar á sviðinu og svo var maður bara frægur þetta kvöld einhvern veginn, ekki í álveru en í haustum á manni þetta er alltaf svona sama krátið sem mætir hann stundum en salurinn var alltaf fullur og þetta var fyrsta þetta er kvöldi sem að startaði Sellar af því að fyrir þetta voru open mic-arnir bara á íslensku Gísli Jóhann hugsaði að það eru mikið af túristum niður í bæ hann ætlaði bara að byrja uppistand kvöld á ensku bæði fyrir túristana og
gefur íslensku grínustunum tækifæri til að gera þetta á ensku, fara kannski út taka upp í stand. Fannst þér að þú veist, vildur þú verið ensku eða íslensku, hvað var svona? Ég vildi bara vera íslensku really? Ég hugsaði, ok, það eru 1 kvöld í viku kannski á íslensku sem að var að hætta bara þegar ég byrjaði þannig, já, ég þarf bara að byrja á ensku til að fá smá stage time. Já, þú varst ekki sterkur í enskunni þá? Nei, eða sko ég kunni alveg að tala, ég bara vissi ekki hvernig það var að fyndin á ensku, ég er svona einhvern veginn að hrætti mig pínu. Ég akkur, þú veist, ég spurt marga að þessu, hvað er innri röddin, er hún íslensku að ensku? Ég myndi segja núna á ensku. Nei, já, ég veit það ekki. 50-50 kannski? Já, fyrir eftir hver ég er. Ég fatt að þetta ekkert svona, ég er, ég horf ekkert íslenskt efni really, sko, ég bara, I didn't grow up with it, þið fekk 12 9 ára eða eitthvað, that's it, þá var ég bara YouTube og bara talaði ensku í grunnskóla og svona og núna hugsa ég alveg ensku, þannig að fyrir mig að gera enskt comedy mér finnst það bara smúðari náttúrulega og mér finnst alltaf ensku oftast fyndnari nema ég fór á Pétur Jón daginn, hann veit hvað hann að gera, skilur það er gott íslenskt uppstand sko. Ég sé hann lengi með þér, hann er mega nýtt óheflaður eða eitthvað og þetta er really cool, hann er bara hann er ekki með eitthvað mikið af svona perfect bits, hann er bara svona hey, ég er alveg svo þið, COVID skilur brálega að fucking gera og hann var ekki að missa vinnuna þannig að hann er bara, þú veist, það var mjög fyndið skil líka en hann er búin að vera hjá sömu kvikmyndafyrirtæki eitthvað í milljón ár eða síðan næturvaktin hvað heitir þetta, eitthvað svona Lean eða eitthvað þetta er svona fyrirtæki sem að, þú veist, bara þú ert svona contract worker skilur þannig að auglýsingar, whatever they need skilur það er svona ástæðan að, þú veist, Ísland er alltaf með sömu leikari í fucking öllu þannig að þetta er bara Ég var að skrolla niður sjóma Símans og þetta var bara sama fólkið, öðruvísi bakgrunnur í öðruvísi búningum og ég er svona eitthvað, hvað er í gangi maður? Við erum alveg fleiri, við erum ekki svona fá og þessari fucking eigi Maggi Mix tala þetta var svolítið creepy þegar maður byrjaði að tala um þetta að ég lendi fyrir einhverjum mánuði síðan, þá kom stelpa til mín 17 ára og hún sagði sögu að Reynir Bergmann Þú og Arnar voru að tala með þetta Já, Reynir Bergmann sagði ég er ekki að útskipta aftur en þú veist að þessu og Maggi, ég byrja ekki að tala Magga Mix þetta þættin daginn og hann byrjaði að segja það er eins og sett að kaupa þinn eða þú ert að kaupa þinn núna og ég leiði, hvað mennur það? Hann hefur alltaf verið að gera eitthvað mynd og þetta var svona sitt í 10 ár og verið ákveðni fræð og svo fara niður og þú ert að kaupa inn í hana hóp sem gerir everything á Íslandi really, skilur við öll, eins og Öddi Blöð talaði um ykkur viðtali hann komist inn í stöðu 2 og hvernig hann stater var að hann byrja að fá fyndið ungt fólk og setja þau í hlutverk Öddi Blöð er þú veist, mentor til shit mikið af fólki sem eru núna þú veist, með TV-shows og bíómyndir og Fróni, Joey Christ og svona shit þeir eru allir komin inn með honum og Maggi Mix var útskipt að þetta er náttúrulega eins og Hollywood líka skilur, þetta er bara x mikið af fólki sem er alltaf að vinna saman og þekkja út hana þannig að þú verður somehow að kaupa inn en mér langar ekki að gera það endilega skilur, mér langar ekki að nota þetta Reynir Bergmann thing til að fucking komast á eitthvað podcast til að það er svolítið creepy skilur en ég held samt að þetta sé svona að brjótast niður í smá meiri svona fylki einhvern veginn eins og með þessi podcast eins og þetta þú getur alveg byggt upp þinn einn audience og verið þá eins og Joe Rogan núna Gauðs hann er bara hvers mikið badass move ertu múin að sjá það sem að gerist með hann og CNN? Nei Fuck Ertu talað um The Horse thing? Já, ég horfði eitthvað podcast með honum daginn Snoop Dogg svo fyndið sko en hvað var það aftur? Þeir voru að segja að hann var að taka töflur fyrir horses Horse dewormer Já og þetta er ivermectin eða eitthvað Akkurat, það á að virka gegnum COVID á eitthvað vissan part Já, en og þessi partur nema þú veist ivermectin pluss eitthvað annað er notað á hesta eða eitthvað og þeir einhvern veginn tóku það og var að segja að hann var að nota hestalif og þetta er legit liv sem að milljónir af manns nota ekkert bara fyrir COVID heldur fyrir öðru sér hlutum líka og var eitthvað að reyna að mála hann í einhverju mynd sem einhvern þú veist það er svo einfalt reyndar að mála Joe Rogan sem einhvern svona hann er klikkaður þú getur tekið svo margar
En á sama tíma þeir fokkuðu upp að því að Joe Rogan með miklu stærri áhorfendabase heldur CNN sem by the way, er það ekki insane að the Joe Rogan Experience stærsti það nefnilega mál bara þetta svo ruglað þannig að Joe Rogan svaraði og þeir bara nánast í jarðaði þá en það já, ég var að segja sitt maður, okay, fuck já maður ég var að segja að þú veist þetta, það þarf ekki lengur ég held eftir svona nokkur ég veit ekki hvernig það en ég held bara svona eftir einhvern ákveðin tíma þú getur byggt upp þinn eigin audience á þín eigin base í staðan fyrir að reyna að vera að komast eitthvað inn í einhverja klíku það er líka sko var ég að cut off eða? Nei, okay, með sko ég byrjaði ég er rosalega þekktur í Keflæk af því ég byrjaði á Snapchat svona þegar ég var 15 ára og ég bara snappaði bara limit bara á hvernig minnsta degi í 4 ára eða eitthvað og þess vegna núna er ég rosalega comfortable að taka myndum þetta sjálf mér og það er ekkert mál fyrir mig, ég klippi þetta, it's fine en núna ég hlust ekki á podcast minn lengur þegar ég klippi ég er bara svona að renna yfir hvort ég þarf að cut ekki út ég nefnir ekki að hlusta allan þáttinn sko. Nei. En þannig ég er með 2000 manns á Snapchat sem bara fylgst með mér every single day og núna podcastið, ég byrjaði þetta podcast og öll ekki allir kannski en flestir fjölskyldum voru bara að grína mér og lítið úr þessu skilur og svo þetta er svona 6 mánuði þá er ég ok, þetta er sem þú ert að gera og ég man ennþá samanlega sem ég hafa stjúpappa hann bara eitthvað, hann sagði face sem er svo fyndið, það er eins og ég svari emo eða eitthvað, hann bara eitthvað, þetta er svona face þú ert að gera þetta núna ég verið svo oft, ég verið að selja þetta og kannski verið að með spons hér og bla 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 og eitthvað svona, núna þetta er virkilega bara, ég ætla aldrei að hætta þessu þá ég þarf ekki að vinna einhvers þar þetta er partur af því og sem ég veit núna sem ég hef gert með þetta ég er með couple hundred people sem íta alltaf á þáttinn og fylgist alltaf með þessu og senda mér skilabóð og það veit ég, þeir muna að kaupa merchið mitt og núna veit ég from experience þeir kaupa veggspjöldu mín til dæmis þetta er, þó ég sé ekki brand skilur, ég er ekki eitthvað frikki kó en þetta er sem þú getur gert með podcastin þú getur byggt þetta fanbase og það getur verið lífið skilur fólk á TikTok núna taka eitthvað vídeo á Blónesi eða svona Agnes, shoutout Agnes hún eitthvað fekk Blónesi fekk eitthvað 2 million views og núna tók hún yfir þessum stórum TikTokers bara allt í einu og hún byrjaði að podcasta sitt bara fyrir einhverjum mánuði síðan og þetta er þegar podcastið eventually fyrir uppkast þá peysi mín að fara að koma út og svona, þetta er test merch og svona og þetta getur verið lífið skilur og það er so exciting heldur en að vinna í kjötsmiði eða something líka þegar þetta er ástríðað manns þegar þú elskar að gera þetta þá er þetta varla vinn, hann náttúrulega slattið að vinna ég þekki alveg vinnuna sem fer í kringum þetta en þegar maður elskar það sem maður gerir þá náttúrulega er þetta way easier really, og líka orðið vinna er einhvern veginn ekki orðið vera það sé alveg vinna það var þessu fyndi hvað maður svona trúir ekkert á svona sig fyrir maður bara gerir hluti ég var að græða eitthvað sem 350 á Dominos svona every month og ég bara ok, þetta er pretty big peningur og þannig þegar ég hætti það er ok, ég veit að ég er rosalega mikið svona Excel nördi sko, ég veit alltaf hvað mikið pening ég þarf og svona ég þarf svona 180 skall til að lifa alveg. Og svo sem ég er núna þá er ég að græða 100 skall meira heldur en ég var á Dominos og ég er að vinna 5-4 bara í svona vinnu sem er rosalega easy svo ger ég þetta og veggspjald og svona hún skilu, það er bara fucking prófa þetta og fucking lífi getur verið svo bjarti og fucking elska hlutin og heldur áfram að gera akkurat fuck yeah bro bara snilt við erum að peppa these motherfuckers til að standa upp og gera eitthvað líka do your thing það er skemmtilegt að skilma sem ég fæ ég byrjaði podcast út eða ég byrjaði þetta eða whatever fucking sick sko það er good, let's take it back maður alltaf þurfum þetta að hljóðu sko þú núna, hvernig er lífið þitt núna? Þú átt dóttir? Já, ég á dóttir ég finnst samt eins og við erum að sleppa einhverju ok, við vorum að tala komin á svona kannski þurfum við kannski var það ekkert og líka ég reyna alltaf svona ok, fyrir svona góða tímaninni það er ekkert hægt með fólki svo við skilur nei, það er ekki séns business fólki, þeir eru rosalega linni þetta
En jú, ég eignaðist dóttir í febrúar 2020. Hún var ekki ég var ekkert að plana á eignast barn. Nei. Ég er ekki svona Já, það er oftast þannig maður. Já, en ég er svo þakklátur að hann kom í heiminn sko. Ég líka var að tala áðan að uppistandarar eiga erfitt með að koma sviði og tilfinningin sem að Já, eftir á, eða hæ Já, þegar maður drekka Já, the whole thing sem kemur að kókain í 3 daga á það þeim maður. Ég ætla ekki að nefna hver en það var einn félag minn sem kom hann uppstandur og hann var eitthvað, ég er búin að eiga 70 skall í kók í þessa viku. Þú var að uppstandari? Já, og ég bara eitthvað, right, ok, hérna ég lofur upp. Shit. Ég get alveg hugsað 4. Já, ég veist það hvað sko. En þetta er ekkert glamorous. Þetta kemur svona tímabútur. Þetta er svo gaman fyrst þegar maður byrjar og eitthvað, fuck, þetta er svo cool. Já. Og svo einhvern veginn verður maður bara að einhverjum lúða sko. En ég er ekki bara sama og allt, þú veist, þú náttúrulega uppistandi að gera uppistandi það að vera the main part, en svo verður þetta svo gaman að you just fucking, þú bara heldur áfram að djama. Já, bara brennir út. Já, og svo einhvern veginn verður maður bara smá bitur og leiðilegur eitthvað. Já. Þetta er ekki gott. En já, hann að ég einhvern veginn þegar kærastan mín var rólegt tók ég mig bara saman svona, ok, ég ætla að hætta þessu. Já, hætta kókin og everything og... Já, bara drekka allt saman. Já. Þannig ég bara lét allt á hilluna og einbeitt mig bara að já, bara öllu sem er gott fyrir mann. Uppistandi mitt var betra. Það er allir segja það, þú veist, þú varst ekki hræddur kannski að ekki verið svindinn og svona. Jú, ég náttúrulega sko ég lýsti fyrir frikkundaginn. Þetta er eins og að boxa að drekka honum fyrir sviði. Þetta er eins og að boxa í brynju, bara að sparra í brynju, bara að vera að lemja þig í brynjuna. Ég hugsaði skip, ég veit ekki boxa í brynju. Hver er að boxa á skipi? Brynju, það er skip brynju. I don't know, dude. What? Okay. Ég er ekki best í íslensku sko. Ég skappa ég á það. Ok, þetta er eins og boxa í landi í hring með brynju og það er verið að lemja þig. Þú finnur ekki rosalega mikið fyrir þig. Svo þegar þú drekkur ekki þá ertu brynjulegs og það er verið að lemja þig og þú finnur fyrir þig. Þá áttu eftir að læra að hreyfa þig aðeins betur. Þannig að þú bætið þig meira. Læra ný tricks og... Já, þú veit svona eitthvað, ok, þetta var ömulegt. Ég fann fyrir því. Ég fann fyrir hverju einasta orði. Þannig ég ætla svona að læra hvað gerði ég rangt. Þannig að maður byrjar að bæta sig meira og ef maður er eins og við erum, þá var svona einhvern veginn, þetta var ömulegt. Samt var þetta alveg gott. Já. Fólk svona, vel gert maður. Nei. Hver? Ég klúraði 3 orðum. Hvað er það að tala? Ég er ekki ennþá nónin bara góður yfir höfu að taka komplimentum. Það er svona... En það er samt svo óhollt fyrir mann að gera það aldrei. Já, ég segi alltaf takk og ég reyni alltaf að, þú veist, make sure ég er like, gauð, takk maður og taka inn á mig, en samt svona, þú veist, svo er maður að sopna og ég er like, you suck. Stundum líka er maður meira að gera það fyrir hinum manneskina. Hvað meinar þú? Svona... Þegar einhver kemur upp og er svona, gauð, þetta var ógeðslega vel gert og ég er svona í haustum og maður, takk. Vá, hvað þetta er óþægilegt. Ég þarf að sýna þessari mannesku að ég er þakkláttur og svo snýði mig við og ég er svona, oh my god, ég er svo ömulegur. Þessi manneski bara veit ekki hversu hún er búinn hálfleiti maður. Fucking idiot. Dude, það var held ég Jordan Peterson sem sagði þetta. Nei, Joe Rogan, bara if only people knew how much what a loser I am. Ég held að flestir hugsa svona, eða svona þegar maður er að kynnast fólki og alveg þú veist ekki, þegar ég var 13 þá fucking kúkaði mig hérna. Já. Þetta er imposter syndrome. Já, allan daginn maður. Það þarf að vera með smá imposter syndrome til að bæta þig, finnst mér. Má ekki vera mikið. Þetta er sko að það er rosalega gaman bara með þetta podcast að tala við svona bæði uppistandar og svona you type of peoples og you types of peeps og fyrirtæki eigendur eitthvað svona þeir náttúrulega þeir að reyna að fara fyrir markmið og fyrirtæki eigendur náttúrulega að gera það sama. Þeir allir með sömu insecurities og við erum allir með sömu svona drive fyrir ykkur, skilur, hvað sem það er. Já.
og það those type of people I love man. Já, maður tengi við það ég held að þú sért eins já, svona, ég tengi við það sem manneskja ég byrjaði fyrir 3 árum að bara gera lista þetta er ekki læknir sem kom með þetta bara skrifa niður 100 markmið fyrir árið ég var aldrei að ná að gera 100 það er kannski 40-50 eða eitthvað en leið og pröfur að skrifa þetta bara 25. desember eða eitthvað skilur þá allt í næsta ok, ég kom með svona hugmynd hvernig næsta ár verður og ég veit núna þegar ég gera þetta í fyrra þetta ár hefur bara verið besta árum mitt ever ég veit að ég skrifa byrja fyrsta fyrirtæki mitt og ég var ekki sem hugmynd þá og 100 þætti í podcastinu ég er alveg pretty close og ég setti eitthvað 20,000 views á YouTube 10,000 á podcasti búin á því og það er skringilegt ef þú skrifar niður hvað þú nærð það er fyrirlegt það er réttur, ég er endur aldrei gert með markmiðin jú smá, en líka bara það er einhver galdur við að skrifa hluti niður sérstaklega eins og ég og svo erfitt með að muna hluti en líka bara þú losar eitthvað í heilanum á þér þú ert bara að fara þú ert að bókstaflega taka drasl úr heilanum og skrifa það niður það tengir sem við kannski að horfa það aftur þetta er einhvern veginn bara að róa þig niður ég byrjaði ekki að skrifa daily var oft í hálftíma og þetta er oft bara svona þetta er bara brain dump eins og segja skilur bara í dag var ég pyrrur út af þessu blablabla og núna er ég bara komið bara svona 10 mínútur á dag ég sitt bara klukku að því every single time þegar ég búið með 10 mínútur þá er ég fuck aðeins meira og þá allt í næst búin að skrifa fullt sem er gott fyrir að taka úr heilunum Gerur þetta daglega? Oftast, svona 5-6 um viku þá reyni ég að gera þetta og oftast er bara uppáhaldum mitt er að ég er alltaf fyrir bæinn til að fara með pantanir eitthvað að bara tekið fartölunum með og bara skrifa eins bara hjá Íslandi eitthvað og held að þetta ég búin að svona 1,5 ári svona pretty daglega þetta er sterkast sem ég bætti sjálf með sko. Ég líka ég flutt út bara hér skilur bara frá mömmu og fyrstu svona 6 mánuði þá ég var með partí hverju helgi skilur fekk vinnu minn og reykja gras gett mikið skilur við bara og allt svona dót og svo bara svona byrjaði eitthvað þetta gerir kannski podcast byrjaði að taka upp og byrjaði bara að setja markmið og bara að því ég elski þetta þá bara fucking it takes care of itself það með en ég að skrifa niður definitely ég er akkurat með nota the reminders app í símanum Nei, mér veist ég sé rauðu dagbókir með rauðu notebókir ég skrif vel allt niður í þetta það ég náða saman hvað sé innkaupalisti to do eða uppestand það er svo sterkur líka þegar þú skrifir ekki niður með penna eða blýant eða eitthvað það veist það betur en að skrifa síman mér líka, það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er samt ég mælum að pröfa þetta bara það er reminders appi, ert ég með iPhone? Nei you dork fuck well, okay, don't fucked up now þú getur þetta virkar auðvitað Samsung eða hvað sem með hana en í reminders appinu Apple notendur horfa svo mikið niður á alla ég var Android hardcore user sko and then I saw the light það er sko ef þú gerir dóttir svo ég klippir og svona og átt MacBook og iPhone það er allt þægilegar í lífinu þetta er allt svo integrated og smooth og það er allt sem er símónum er í tölvunni like that ég veit það ekki, ég veit það að þetta er þægindi en þú ert það er eitthvað við Apple sem ég bara þoli ekki ég hef átt iPhone og ég elskaði það en á sama tíma þú ert í búblu líka svona, ég get aldrei fætt tilbaka núna við því sko ég þól aldrei tilbaka hoppa út á búblun allt svona einhvern veginn skít og þetta læra upp og allt upp og neitt og líka sko versta ég er auðvitað að köpa nýjan iPhone hverju ári að því þeir bara verða svo shitty allt í henni þetta er fucking dýri síma þetta sko. er í hönnuninni það er eina ástæðan þeir svona eru bara þeir sitja við tölum svona ok, það kemur nýr iPhone út eftir mánu ít á takan og bara deyja allir iPhone það er svona eða þá þú getur bara svona write it out bara svona ok, hann er smá hægur núna og svo eftir mánu verður einhvern veginn lagi með hann það gerist með minna iPhone þeir eru bara svona, þeir eru að testa þig þetta er mánulega, þú áttil þó að maður vill alltaf nýja updatein ég hætti alltaf eftir, ef það komur 6 mánuði þá update hann ekki meira, en þá verður hann seriur þá verður hann hægari og batteri verður bara fucking þú veist það, þetta eru fucking bestu prógramir í heimi þeir veit ekki nákvæmlega þeir eru svona, man, þetta er bara þú veist þessi sími höndlar þetta ekki, hann er svo gamall hann er svo eldgamall hann er eins og háls hann er fucking 18 months bro oh my god
Ég samt elska að þú veist, Apple að þeir eru hvað heit, Skynet þeir eru Skynet, skilur en það ekki fyrirtæki í Terminator Skynet, ekki Skynet en að þeir eru, þú veist, öll svona public releases þegar þeir eru alveg, hvað er það að gera upp vatninu? We don't know þeir eru svo Cartman and we're sorry fucking það er einfalt að komast upp með svona hluti núna að því að fólk gleymir eftir 3 daga og ég meina þeim alveg drullu sama byggjandi net bak við í kringum blokkir þegar fólk var að drepa sig já reyna eitthvað að fucking prógrama þetta og hoppa út gluggan og þeir var svona man, við varum að byggja net ekki sálfræðarstóð eða tala, kannski fá að fara fyrir heim við viljum að byggja net that's illegal færa aftur niður á nærði bara aftur upp að vinna með hvað það hugsa það er svo fyndið þegar við svona Íslandingar að því Mauricio gerir beitt þetta að þú veist, þegar hann var að spája að flytja út til eitthvað annar land og Ísland er nefnilega svo hátt á hvað maður segja, lifestyle hversu gott við höfum við höfum að fána gott bara quality of life er impeccable sko. en við getum vælum allt sko. þetta vælum allt ef við myndum ekki hafa neitt til að vælum við myndum brjálast manneskur eru bara hann það er satt hvernig er svona, þú ert frá real small town ég svona fólk í Keflavík ég svona lýsir svo oft svona að við erum alltaf þekkjast allir skilur en það er eins og við meðum ekki segja við þekkjast það er svona þú veist þú horfst ekki auðvitað oft skilur maður lappar í bónus það er oft svo skrítið þetta er svona óþægilega quiet eða hvernig var þinn bæir var þetta svona super cheerful fucking hey what's up man þú veist jú það þekktust allir en ef þú ert að sjá fólk daglega alltaf þá ertu ekki endilega hey blessaður þetta er meira bara svona eitthvað eins og þegar ég heimsæki núna þá eyðir maður fyrst á daginum í að veifa fólk í gluggan og stoppa og segja hæ og hvernig hefur þessi það þannig maður svona eyðir löngu tíma það en ég fór ekki að hugsa um þetta fyrir eftir á sko, því að það er alveg svona á hauganis þetta er 150 manna bær eða flyttur einhver nýr það er ekki eins og við svona segjum við hvort annað svona ok, við ætlum að vera ógeðslega leiðileg við nýja fólki en við tölum ekki þetta kemur einhvern veginn náttúrulega bara svona tala ekki við hann strax nei, þetta er bara svona maður svona er ekki að veifa þeim Besti steini í hann það er málið, maður er ekki leiðilegur en maður bara segir ekki hæ og þetta er ekki, maður er ekki eins vinalegu við þau þetta er bara einhvern veginn ég held að líka smábæða fólk hugsa svona innst inni svona ok, þetta er nýja fólki þau vilja örugglega ekki segja hæ við mig þannig ég held ekki að þegar maður mætist út á götu eða eitthvað líka kannski bara svona they won't be here for long eða eitthvað svona en svo þeir fara þetta þegar enginn segir hæ við A-cast þeir er mókislega leiðilega þessi hvað svo Hauganes Hauganes, já þú veit að þetta fara á hanga sko þetta er orðið svona tourist attraction núna er þetta mikið af fjöllum er þetta svona láglendi þetta er mikið af fjöllum þetta er í Eyjafirði sko þetta er í Tröllaskagan ég er hræðilegur Íslandingur ég veit ekki neitt um Ísland sko hræðilegur Íslandingur ég fekk Minecraft á 9 ára og 12 that's it sko it took over þarna fóru það shit nei en jú, það eru fjöll og svona fínir í kring sko ég fór ekki að elska ég byrjaði svona að fara með fjöll bara eitthvað 2-3 mánuð síðan og ég byrjaði þess að ég lappa eiginlega úti á hvernig kvöldi bara svona fyrir heilan skilur og bara ég veit ekki hvað að því við búum á Íslandi og ég skil ekki þegar fólk er eitthvað ég er ekkert út að lappa og eitthvað því við erum eitt af föllustu löndum í heiminum fjöllin okkar þegar eru sumar og ekkert gott viður að hlaupa upp fjall, að hlaupa niður fjall it's my favorite þegar líður svo setja detta all the time það er super focused að horfa á steinana awesome svo byrjar maður að hlaupa hraðar heldur en maður getur og svona ég næði ekki að stoppa ég hef aldrei dottið þegar ég ger það ég gert það mjög oft en ég hef bara býðað þá í svona trippa og bara flýga áfram með eitthvað já, og það er bara að gerast einu sinni dauðir maður shit nei en já, með Keflavík akkurat ég giggaði hérna ekki fyrir svo löngu Pattís eða?
ég hef gekkað á Pattís en þetta var eftir það þetta var bara fyrir nokkrum mánuðum það var fyrir eitthvað brúðkaup held ég svo við mér að koma bak við Dominos já, uppi hana já, þeir eru nýbúin að renovata í fyrra eða eitthvað ég hef ekki hugmyndum að það eru 2 Dominos en það ég náttúrulega var í Njarðvík sko það fokkaði mér upp ég kom klukkutíma fyrr og ég fór fyrir fram á Dominosi sem ég held að væri Dominos já og beð þar í klukkutíma svo ætlaði að lappa inn bara eitthvað hver fyrir ofan Dominos við erum að tala fór fyrir bakvið bara einhver rusla gamar ég er svona what the hell já, það er Njarðvík þannig að fytum það var Njarðvík já það er lengra annað skilur þannig ég skil ekki þetta sagði þetta er sko að því núna líka það er ytru innan Njarðvík ég man ekki hvori hvað sko Njarðvíkar þeir eru allir svo fótbolta dorks ég elska orðið dorks að því að þú veist, ef þú er svona fótbolta jockey þá ertu líka dork í þinni eigin leið skilur með svona, ég spila bara FIFA og ég fókin kalla gælur pæjur en Njarðvík er svo eitthvað ég elska lappi í Njarðvík, það er allir svo friendly og svona, en þeir eru allir bunch of fucking það er svo mikið eitthvað rivalry þó við erum í sama bæina skilur mikið er ekkert sens fólk elskar þetta já, ég meina eins og svona pappar skilur eru svo mikið fótbolta fanatics maður það gefur fólki eitthvað að gera já, og líka, þú veist, núna netið, þú veist, ég er that generation, skilur, þannig að ég skil ekki endilega að horfa á fótbolta en, þú veist, það make a sense kannski, þú veist, 80s, 90s og svona jafnvel núna, ég meina, þetta er einhvern ákveðin tenging sem þú fær sérst að þú höfst á leik öskra með sama liðum ég elska að horfa á fótbolta með pappaður yngri, þó, þú veist, ég hataði leikinn bara gaman að þetta er svona eitthvað father-son thing, sko en, þú veist, ég mun að spyrja, varst þú í einhvern íþróttum eða eitthvað svona, þú veist ég var í fótbolta já, veist ég fótbolta ég var í fótbolta alveg ég byrjaði í framhaldsskóla var í markinu nei, ég elskaði öll svo ástríða sem með fyrir uppistandi fór í fótboltan þegar ég var í svona 7. bekk til 10. bekkar ég elskaði fótbolta svo einhvern veginn bara einn dag nei, rennir sig ekki það er, þú veist, annarkort út með kæristu eða eitthvað eða, þú veist þetta var svona maður svona að taka aðteglin eitthvað annað já, þú veist, að því ég var í boxi, sko, það var eina sem ég svona náði mér í því ég þoldi ekki þetta, ég var svo picked on því ég var lítill, þannig ég þoldi ekki að vera í tím svona fótbolta, körbólta, whatever og þegar þú fuckar upp, það var bara allir drull yfir því það var allan að kunna að vera í Keflavík, ég er ekki að segja allir annir, skilur þetta er þannig allstað og ég gat ekki, skilur ég var lið F, ég maður þegar og ég sko að sjálfsmark ekki að fyrsta leiknum minn lovely sko. En svo byrjar við boxi og þá er það er svona, þú ert með hópinn skilur alltaf og æfið með sama fólkinu og ert að drilla með sama fólkinu það er great, en svo ertu bara einn í hringinum og ég elska að ég hef alltaf verið svolítið, ég rely á sjálf mig yfir anybody að það er sport sem make a sense ef þú ert í fighting íþrótt þú byggir sjálfstöðust fast sko það var að laga minni andlitið skilur og þurfa að fara í burtu akkurat já, ég myndi segja, já, 100% þeir sem er í box eru minna óöryggir heldur fótboltamenn þetta er alltaf en svo er the fucking fólk frá Azerbaijan og eitthvað svona þeir eru með different culture, þar að þeir eru assholes sko, þeir mæta hann og eru bara I knock you out my friend og þeir eru bara attitude gauð sem heitir Stancho, hann er að hlusta á þetta hann það er mode sem heitir diploma mode, þetta er svona fyrir unlinga að byrja í boxi og þetta er bara, þú veist, þú mátt ekki leið með það fast, það er svona það stoppaði, þú veist, eitthvað clincha og going crazy en þú bara ná stig til að svona læra sporti og hann fór hana, ég var að aðstofa þjálfara þannig ég var með hann hringunum og bara, þetta er tilbúin geðið pep, skilur og hann var gaurinn á æfingu sem alltaf lemmi og fast, skilur hann ég alveg, this will be interesting og byrjaði showboating, hann tók Muhammad Ali á þetta og byrjaði ekki svona að dansa og hann var rekinn úr hringinu, ég með hvað þetta að gera fyllt að krökkum úr líka við það hann var ekki, come on einhver ég var að áttum á með líðunni svo asshole þú spurði mig út í dóttir mína og sem svona til að setja upp dæmi þú spurði mig þegar svona, já, áttu ekki dóttur? Jú, talandi kókain á hann það fyrsta er ekki, hún var mistök sko en það talandi kókain jú, hún var mistök en allavega
ég var alveg farið í partí 1, 2 partí. Þú var hún svona, þú veist, voruð þið ekkert saman eða eitthvað, var bara svona... Jú, ég og kærastan mín vorum búin saman í 1,5 ár kannski. Allan eitthvað, það er betra. Nei, gaus, við vorum búin að vera saman í hálft ára. Já, vá, maður. Jú, held ég. Ég er spóið að byrja þetta bara þegar þú varst að hlæja hana. Já. Mér langar svolítið að heyra, þú veist, hvernig er að 6 mánuði í sambandi og hvernig er að, þú veist, þegar þú heyrir hún ófrísk, hvað gerist í fokkin heilanum? Já, þetta var næstu í ár. Já. Kannski 8-10 mánuðir eða eitthvað. Hún er að öskra á myndina núna. 11 mánuðir! Nei maður, brjóstatókan er svo lengi, hún er ekki hugmynd sjálf. Já. Þetta er hún eða það var eitthvað, Nei, ég er að djóka. Ég er að horfa á þetta árunum fyrir að drefa mig. Nei. En hérna jú, þetta var alveg smá panik. En á sama tíma ég fór til fyrsti vinur minn sem ég sagði var Gísli Jóhann og hann var bara ógeðslega peppi í það. Já. Hann var bara svona, vá, vel gert. Og ég bara svona fyrst að hann sagði þetta bara, þetta virkar allavega. Pungurinn aðeins virkar. She works, bro. Já, ég bara Arnold fucks. Þannig að, got swimmers. Ég svona, já, man. Já, ég var samt að legit að frika út, sko. Gaur, þegar ég kom staðjumar ólétt, þá var ég á leiðinni í podcast í Keflavík. What the fuck? Elvar Þór. Endalaus óviska. Who is this, man? Okay, wait a minute. Podcast í Keflavík sem ég þekki ekki, okay. Ég held að það væri eitthvað svona inner circle dæmi. Það er alveg fyrir, ég er búin að byrja nokkuð podcast á þessu Keflavík, krakkar að byrja á podcast. Ég þekki svona enginn sem eru ongoing with you. Það er ekki mikið. Já, hann er OG þegar hann kemur á podcastum með því í Keflavík, sko. Hann byrjaði bara 2018 held ég. OG, það er svo fyndið, sko. Þegar ég var að byrja podcast með þá var ég ofta bara svona ranta, ég hata þessi produced podcast á Íslandi. Ég fucking hata það. Trash, það er ekki gaman að hlusta á það. You people are not interesting. Já, ég hef ekki hlusta á neitt. Já, ég var með eitthvað svona series á TikTok, ég hlusta á nýtt podcast every day og það var fullt af þeim sem ég bara hata, þannig ég gæti ekki. Varst það drullið við önnu podcast í þessu podcasti? Já. Of course, man. Það er ekki mér langar að geta drullið yfir hvað sem er á þessu og bara respect. Ég veit ekki hvort ég nafngreind endilega, sko, en það er ekki allir sem hafa eistinu það, sko. Ég er alltaf með það í back of my head. Það eru eiginlega ekki margir hlusta á það sem eru tengdir, þú veist, whatever. Nei, já. Eins og teboði, þú veist, núna ég byrjaði að respekta það rosalega mikið því þeir, veistu hvað það er? Nei, teboðið er hann að Sunneva Einars og hinn gælan Birta Líf, held ég. Þeir eru svona Sunneva Einars hún með þætti, hún er rosalega fræ núna á Íslandi með eitthvað stöð. Jú, ég hef heyrt þetta nafn. Hún er rosalega, hún fucking heit, sko. Hún er supermodel type of bitch og hérna pappin er eitthvað voldríkur. Ég vinn á Base Parking sem er svona þjónusta eða að fara út af útlanda. Það tökum á móti bílinu þegar þú kemur, geimann og þrjumann eða whatever you want og svo komum við að þau lendir og þær tvær koma all the time og ég vil ekki kannski segja hvernig bíl hún er á, hún er rosalega flottur bíl og það er alltaf 300 nokkadósið þegar hún er að sponsa þeim og ég man eftir síðast það var eitthvað fullt af þessu tyggjói og ég alveg googlaði þetta tyggjó og þá voru þeir sponsorað þessu. En það tvær allan að byrja podcast sem heitir Teboði og þetta er ekki fyrir mig, skilur, þannig ég hata þetta ekki lengur, skilur, en þetta var bara svo, ég hlustaði fyrst til þættina, þetta var bara svo god awful, þetta var bara, þú veist, þannig að 2 stelpur og þeir voru svona að tala Kim Kardashian og blablabla, en bara svona, þetta var svo dry og en svo núna, þeir eru búin að gera live show sem er eitt af markmiðum mínu, sko, og ég ætla að gera uppkast, þeir eru með plástur að gera, þannig að getur fengið audience og mér langar bara að hafa þetta svona, skilur, og bara vera fucking around with the audience. Já, en líka einfalt með grínstum. Þú varst að tala að fá 4 mæka og kannski svona fá einhver úr senunni með það. Það væri gaman. Ég veit, sko, ég er að vona að þetta bara gengur upp í uppkast, en þetta verður mjög svipa á Joe Rogan, ég verður með svona bárað hérna og svo bara 4 stóla, 2 og 2, sjónvarp hérna og sjónvarp þarna. Það er stór partur að mér langar að hafa producer sem ég get fengið að, getur þú pullað upp hérna, bla bla bla. Það er svo oft sem við erum að tala með einhver myndbönd eða eitthvað. Það er einhver Jamie maður. Já, og hann heitir Oliver og Jamie Oliver. Já, exactly. Og ég spurði hann líka að hitta við, getur þú mækað upp? Og hann ég veit ekki.
mér langar að hann getur chimað inn, skilur mér langar að hann getur hlegið þegar við erum að fucking around og hann getur kannski, þú veist, mér langar ekki að hann svona Jamie sem má ekki tala, mér langar að hann getur fucking chimað inn, skilur aðeins svara fyrir sig Hefur þú ekkert mann verið á podcasti sem með svona þráli samæka bara svona sér eða eitthvað? Nei, ekki podcasti, nei, uppkasti bara með þannig, það verður ekki svona sem svona, þetta kind of defense að maður alltaf smá og fitt það rétt sko, mér finnst það líka sko. Bara eins bara með uppistnandi halda á einhverju og ég held að það sé rétt í þess að maður svona smá að fela sig og ég man að fyrstu þætti minn þá var ég alltaf bara, þú veist ég nenni ekki að gera það hljóma svo betur en ég var alltaf bara haldi í hann og hristan heyrist mikið, ég búin að vera mikið að fikta hérna sko, ég held þetta ætti ekki að vera mikið sko. Ég líka horfa ofta levelin þegar þetta gera og ætti ekki vera mikið mál sko. Núna kannski en það aðalega þegar gerir svona það er svona vibration gormur það einhver bílar sem er að brjála nú move on, hætti að tala mæka ekki meira svo líka þú talar á hana þurfa að klippa sjóna sig og hlusta sjóna endalust það er líka frábært fyrir ego mitt og hvernig ég tala og svona ég slettir óslega mikið ensku, skilur, það er alveg venjulegt fyrir Íslendinga, en ég líka var því fyrstu þætti minn, þá var ég ofta bara að tala gegnum orðin, skilur, bara drífa mig og þannig að ég er núna komið eitthvað 80 þætti næstu, þannig að ég alveg, ok, nú er ég miklu öruggari að tala og ég hata í byrjunni því ég var alltaf svona, ég var með eitthvað 20 spurningar rétti og svo klárum það er oftast bara eitthvað kortir, skilur, hvað fucking mig að tala Það sem ég skrifa niður ég með podcast kannski, ég pluggi því bara Another Dumb Day Dumb Day, er þetta hvað er þetta? Spotify podcast, Apple podcast? Ekki lengur, ég tók þetta niður ég var með þetta í gegnum Podbean og dreifis þar, ég ætla að hendur svona aftur upp að því við tókum okkur ákveðum að taka langa pásu en ég er svona eitthvað tókstu það þættina niður? Ég bara cancelaði subscriptionu og tók allt niður og svo komst ég að það er þetta archive þetta þannig að það var allt farið en þetta er allt á YouTube allir þættin er á YouTube þannig að bara YouTube, Another Dumb Day það verður link in the description yes sir en ég held að við syngum með 13 þætti eða eitthvað en í hvert einskil sem við tókum viðtöl þá var ég ég skrifaði niður bara til vara og svo fór ég aldrei í spurningarnas það er gott það var eitthvað svona sem ég langaði til að spyrja að hugsa sem vara bara, það er alveg fæn það er sem backup Hefur ykkur maður heyrt podcasti Tveir fellar? Hefur ykkur séð það á YouTube? Ég hef heyrt Tveir gaurar suits Óli og Einar þeir byrjuðu podcast 15 ára þannig fann ég á 15-16 ára eða eitthvað og ég byrjuði bara að hlusta fyrsta þættina og þetta var bara svo fyndið og við erum bara svo hrættir og hvað við talum og en núna þeir eru með the budget fyrir alla myndarar er eitthvað 2 milljónir þeir eru video geeks skilur við elska það og ég fór í viðtalinu daginn og þeir eru með ljós sem er toppnum á vegginum og alveg niður þetta er bara hringur skilur ledljós eða bara svona, hvað heitir þetta svona eins og lampinn nema svona stórsúleis softbox ok þeir eru með ljós aftan að þau og það whole thing sko ég glemdi my point af hverju ég var að tala það totally it's gone það er að því við vorum að tala dóttir mína Þú fyrir bara bækið það maður Scratch that sko Tveir fellar check it out en fuck Hvað er fjandarum maður Ég lendi í þessu einu sem svona Við erum páði á slæmi Ég tók eitthvað viðtal við eina rappar einu sinni og ég gaf hann aldrei út af ég lendi eitthvað 10 sinnum í þessu og ég var eitthvað að setja eitthvað upp og svo bara kom hann ekki með neitt þannig að það var alveg fucking hræðilegt sko Eru rappari, hvern finnst þið svona skemmtilegast að taka viðtal við? Að svona rappurum, ertu maður að taka tónlistamenn? Já, tónlistamenn eru rapparar, alveg Kíló, Andri Már og svona. Já, ég elska Kíló. Já, hann er svo fyndinn maður. Gaur, Kíló er bestur. Hann var mentorinn minn þegar ég byrjaði að snappa og svona, hvað ætti ég að, þú veist, og hann bara var alltaf bara sett upp rút, hætt að pæli í skilju bara. Hann ekki að veit nákvæmlega hvað hann að tala Já. Hei, ég var með podcast með Kona Gotta. Já. Kíló er í einum þætti, það er ennþá á YouTube, Hoboville. Tjekki á Hoboville. Og YouTube Kíló akkurat hefur hann var að djóka daginn hann er með mestu appearances á podcastum í Íslandi hann hefur verið svo mörgum skilur hann er með eitthvað 10 á nokkrum podcastum og hennar og eitthvað hann var, ég held að aðalega skemmtilega viðtalið mín eru fólk sem ég vil heyra söguna þeirra skilur þessu Kíló hvað hann er með klikkað sögur skilur bara lífið hans
og ég held að það séu léttust og fólk sem vilja segja söguna, það léttast Já, held það sko Guður, hann aftur, ég var einu svona að gigga í hvað hét aftur, þetta var eitthvað svona Frátíð eða? Keflavík kaffi bistró vape shop það brann Ég fór hana á fyrstu sýninguna maður þeir voru sponsorum mínu, Djáknin þetta var örugglega bullshit insurance fraud sko, 100% en hvað það gerir þeir á sponsorum mínu og gaurinn ég get sagt þér eftir með gaurinn sem átti það not a good guy sko ég get ég get Gaur, hann jú, ég ætla bara að segja kannski ekki segja nafnið hans kannski ekki svona að tala um sama gæðin exactly en þannig að Djáknin, þetta var alveg cool staður Kíló það var hann einhver stjóran hann sko Kíló var að vinna hann var eitthvað í vape sectioninu var það ekki Gaurin sem átt að ég ætla ekki að segja upphæðina hann var að borga okkur ákveðinu upphæð okkur 2 til að koma með uppistand Var það gaur frá Ameríku sem varst með hann? Hann var Aaron Sarabi Gaur, varst þú að það? Ég var hann, sko. Varst þú hinn uppstofurinn? Það var gaur in the crowd sem hann sagði goat fuckers og það var gaur sem bara we don't fuck goats in this country Það varst að sjói? Gaur, já Geðveit maður Þú varst á íslenski gaurinn Já Ok, já, ég man reyndar Gaur, ég var tiltölulega nýbyrja Mér fannst það ekki fyndin, ég man eftir Þetta ég bómaði Já, ég man eftir því sko Gaur, þú varst þarna Ég bómaði Þú sagði eitthvað sögu ég veit ekki, varst að lappa út í búð Ég held að það varst að fara í bónus Gaur, hversu geðveit maður Þú varst að þessi sjói Goat fucker maður Gaur Þú varst með svo góða ímynda mér Þú sást mér fór bara svið og sellar og standa mér vel Núna og svo þetta var ein versta sýningi mín bara ever Við gerum grína sko allarlega heima Ég átti að skili Þetta var learning experience Hvað voru margir hann yfir? 15 manns eða og ekki green room náttúrulega, ég veit það var hann að green table Já, það voru ekki margir Nei En ég man, þú veist, ég man Þetta var í fyrst skipti sem Kíló sem við taka upp í stand og eftir sýningunum var þetta svona gauður bara að halda áfram þetta var ömulegt kvöld með leiðsræðilega dammit maður líka að því maður búin að ganga svo vel sko upp að þessu bara svona og mér fannst ég vera svona með þetta ég var það nýbyrjaður en ég bara svona ég með þetta og stegi hann upp og bóða maður sko shit ég er svo ekki með þetta ég var svo excited að þetta kom ég alveg uppist að því Keflavík right there sko ég bjó over there sko Já Þetta finnst þú vast þannig maður Dýrlið það klika all these years maður Hvað er þetta 2018 17 Já 2018 Þeir voru að sponsa mér sko Ég hef sagt þessu sögu oftin en ég var 16 Þá byrjaði að hitta Kíló og hann vann sko á hóteli og þetta er skrítið að hugsa núna í þessu Me Too movement en það voru alltaf bara krakkar að fara hann á hótel og bara chilla með hann og spjalla og veipa hann var bara svo þekktur og vissi allir að manna og hann var bara svo hann er oft eiginlega alltaf svo til í að spjalla skilur hann er alltaf hann er svo sveppi skilur bara spjalla við mig maður og ég er alltaf með some sort of hustle go mér langar alltaf að græða pening or something og ég var að hugsa hvernig get ég fengið fyrstu 1000 ég var ekki að koma með eitthvað 500 views eða eitthvað og mér langar að crack 1000 þannig að ég gjafa líki það allir að gera það og ég og Kristó sjáttu Kristó Nathan hann átti ekki 2 vape-tanka og ég átti 1 vape þannig að við erum alveg fuck it, give that away bara notaði skilur og við gerum það bara fucking peppum að báður snappna okkar og svo sá Kíló þetta þannig að ég tala um hann og hann gaf mikið tips og hann var sponsor af Djáknin og þeir voru að borga eitthvað 50-100 skall á mánuði eða eitthvað sko og ég á hann sem á það svo bara talaði við gauðin sem átti þetta og hann já ég vil máli unnið eitthvað saman og ég fóð með mömmu hana sko fyrsta skipta ég var ennþá bara 17 þannig að ég mátti ekki svo veipa sko og þá var hann að þú segir bara út 18 og við erum góðir og ég get sagt þér dílinn sem voru með eftir á því þetta var great deal sko fyrir mig en completely illegal en já, svo, þannig að ég byrjaði bara alltaf að peppa snapp Djáknan og ég með húfur og fucking og ég var veipgaurinn og fyndi sko, ég hataði ég fíla að veipa svona fyrir bræðið og gera svona clouds en ég var aldrei með nikotín ég var total faker sko ég bara amma dó krabba minn þannig ég ætla ekki að fá með nikotín
en það bara sýnir if you really fucking vilt eitthvað skilur fucking bullshit að bara leiði gegnum það en ég meina hvað var þetta opið í 2 mánuði eða eitthvað var þetta brannið Já, þetta var rosa skriðið líka sko þeir sem búið í Keflavík þekkja þetta vel það hefur þið farið kebabstaðin hérna í Keflavík í Hafnarfirði Nei, ég sé hann Biryani, hann þú veist super successful núna sko og þegar opnaði annar stað beint á móti sem Subway var og hét City Kebab kannski Kebab Town eða eitthvað og það var í 2 mánuði eða 3 mánuði svo brann það niður og var að koma út bara fyrir einhverjum mánum málið að klárast við þetta var eitthvað þú veist við shady burn down something þannig að það var bara ég las fréttana og ég var bara að drepast að hlátur við vissum öll að þetta var bullshit og líka að hötu allir staðinn skilu þetta var umlega franskar og eitthvað og einn gaurinn sem vann hana sem var alltaf í afgreiðslu það var rekinn úr Æsland það var rekinn held ég úr einn annan búð fyrir að gera þetta þannig að alltaf stelpur komu og var að kaupa eitthvað í Æsland þá kom hann og með putta sinn eins og þú veist, hann svona snerti bringuna skilur og what's that, svo lítur hann niður og þá náttúrulega flikkar hann nema hann var bara snerta brjóstin skilur og svo ha hann var bara að káfa á gælunum skilur bara all the time hann Arnar var með kæristu sinni einu sinni og hún þegar þið voru rauðina hún bara þetta gaurinn sko þetta fucking og þannig að hann var bara Arnar alltaf kortir eða mikið skilur hann gerir það ekki samt sko og það var í rauðina það gert var að gæli sko fucking guy sko, hann vann hann að fucking what the hell, hann að tegja sig yfir afgreiðsluborðið? Já, og þú veist, núna með alltaf plasti hjá COVID það er auðvitað get awkward Já en það passa að láta mig grímuna fyrst spritta á mér hendunar hann var alltaf líka, þú veist you're so cute, og hann var alltaf bara snerta brjóstinu eitthvað, alltaf bara what? Og hann var auðvitað bara eitthvað mánuð í Æsland og svo svo fyrir hann í furðulegt að þessi gæði fara alltaf afgreiðslustörf það var svo mikla reynslu já, bara, wow. Það líka, þú veist, þú getur alltaf fundið vinnu, skilur ég vann í fisk, sko, þú kannski þekkir þetta það er alltaf svona creepiest motherfuckers en mikið creepy motherfuckers í svona já, sérst líka með fisk og kokkar eru samt ekki endilega creepy in the kitchens bara, já, kokkar eru ekki endilega ég myndi ekki segja kannski creepy einhverju kokkar, já fólki sem vaskar upp ok en kokkar eru rosalega mikið svona hvað segir maður eru með svona alltaf einhverjir svona gaurabrandarar já, eitthvað kallarembur já, þeir eru svona korteri frá því að grípa í brjóstina á þjónustutúrklunum þannig að þeim veit ég á stöðum sem ég hef vunnið á mér ekki margir ég elskaði svona the experience þegar ég var á Dunkin Donuts ég var vaksturinn og það var fór á hausinn sko og ég elskaði bara svona að maður alltaf kynnist fólki og sér hvernig fullorðnir eru í vinnum og svona og það er alltaf einn gaur sem er 47 ára konan hætt með honum skilur og hann þessi gaur hann fór í sleik starfsmennum okkur partí og svo þú veist 6 mánuðir seinna er hann ennþá alltaf að stoppa hann og laga hann heilt vikið þú veist endalist ég man þessi gæla var oft bara þú veist þegar hann var ekki hann bara þú veist af hverju er ég að vinna hérna skilur ég er bara grabbed all the time fucking það er rosalegt það er alltaf einhver einn vinnustæða hvað svona þú vannst í kjötónu vannstu þá inn í kitchen líka þú veist að kokkast og eitthvað já ég fór aðeins að vinna á veitingastæðum ekki mikið ég er bara inn í svona fast food og það er þú veist ég segi alltaf að vinna í kitchens og svona það er örgulega erfiðast og stressast að vinna í þessum 3 tímum sem maður brála að gera að þetta er bara non-stop skiluru og já, maður þarf að vera svona smá klikkar, ég held að kokkar sem er svona sama mentality og trommarar eða markverðir þetta er svona ákveðin típa sem er bara svona smá klikkaður og bara elska stressið já þeir elski það, bróður minn er svona hann þurfti að hætta að kokka þegar hann fokkaði upp á sér hendinni en er bara virkilega elska að vera bara í 12 tíma á dag á fullu og segja öðru fólki að drífa sig og þessi guður ekki að gera nógu vel og þjónustu fólki er að fokka upp þjóðnin maður ég var alltaf unnið með svona upp í störrum bara nema núna því ég er að make a point not to svo ég verð ekki bara aftur í sömu stöðinni já. en að vera verslustjóri og Dominos til dæmis ég elska
ég fer ekki að skiplaði gaur og ég var með svo margar stjórar sem öskruðu og voru með lélegar tactics til að láta það gera hluti þannig að I wanted to do better og svona og þetta var svona fór með mig að ég vissi ekki hversu stressandi þetta var fyrir núna þegar ég var að vinna, það er ekkert mikið kvíðið eitthvað en þetta var alltaf, ég fatt ekki ég var að gera þetta sjálf, ég át alltaf rosalega mikið, ég mæti eitthvað ég vinna 1-12 og við opnum 4 þannig ég bara preppa og svona ég át alltaf bara giant kolvetni svo ég væri með orku gegn dagina því ég vissi að ég drakk oft kannski Monster þannig að ég veit að ég er að fara að crasha kl. 7 þegar það er brálega að gera og þetta var svo fucking óvart ég fæ mér alltaf pizza á mótana skilur bara fucking kolvetni og svo ég get stress og líka ég líka vildi alltaf, ég lokaði búni kannski þá vildi alltaf drífa mig, þannig ég var alltaf peppa fólki ef hann fljótari skilur og svo er maður at the end of the day bara, hvernig er ég að gera þetta fyrir bara döið fucking þreytur dregur svo mikið úr manni þegar maður er bara að vinna fyrir launaseðilin það er maður einhvern veginn bara shit. Svo er honum í þú veist whatever skilur, hann verður alltaf búinn í endanum þess vegna ég elska að ég eftir 5 ár vonandi verð ég bara totally self-reliable á mínu business. Guðrið, heldur þessu áfram? Ég meina þetta ég vissi álega að voru að gera vel en þetta er eitthvað annað þetta er next level bro yes. En ég þarf að fara að kíkja í vinna very soon er eitthvað annað sem út bæti inn í Guður, við byrjum að því næstu í pluggaði uppistandsspecialum mínum já, næstu því miðir ég vil taka fram, ég elska dóttir mína meir en allt saman þetta en já, ég var að tala við byrjum podcastið að það væri að tala Flint-sjóið mitt akkurat, Big Small Town Kid sumari 2020, vann 3 verðlaun bla bla bla, eftir það fekk ég Facebook skilaboð Messenger frá Dan Schissel sem er framkvæmdastjóri Stand Up Records sem er stærsti indie label fyrir uppistand í Bandaríkjunum já, þetta er legit í Bandaríkjunum legit, og þetta er gera uppistand speciala með Patton Oswalt David Cross, Maria Bamford Carl Kinane þú veist, listin er endalaus og hlustar á What the Fuck með Mark Maron já, Louis K og ég bara stök viðtöl sko mæli með að hlusta að Dan Schissel var í þeim þætti Mark Maron hefur gert nokkra speciala með hann og hann að þetta var legit þú veist, er legit en þetta var bara einhvern veginn svo furðuleg tilfinning, ég svona trúði sig ekki fyrst að hann væri að hafa samband not me I don't deserve it hvernig gangi hérna en það voru nokkri hluti sem spiluði inn í sko. hann kom til Íslands 2018 sá mig upp á sviði og leist vel á mig þetta var ekki sýningin en ekki aflag en hérna og já, hann við vinnur á Facebook og svo las hann grein sem að Reykjavík Greifan skrifaði og bað mig að senda sér upptöku af sýningunni sem ég gerði og hann fílaði það og það var ekkert í gangi í Bandaríkjunum COVID var þú veist, lokaði öll í Bandaríkjunum og þetta var sumarinn á Íslandi þar sem allt var opið þannig að hans hugsun held ég var bara svona ekkert í gangi hérna þessi gauri fyndin, ég ætla að gera einhvern veginn svona öðruvísi special hann förum í gang með þetta en hann kemst ekki til Íslands til að taka þetta upp hann ég hef samband við vini mína úr kvikmyndaskólanum samt sem hann krúi tekur geðveitt langan tíma því að það er alltaf verið að loka öllu og erfitt að planta en já, endum á að taka hann upp í sumar tókum upp 2 kvöld kliftum þetta saman hvernig var það maður, ég veit að flestir uppstandara bara gjörsamlega hata þetta er ömurlegt maður eru líka ekkert að þessu verið fyndi eftir að vera sér kliftina en svo er svo fullett að ég þurfti að horfa á hann mörgur þannig að þetta var orðið sko, ég horfði á hann ég hataði mig, þetta er ömurlegt þetta er að fara að gera allt svo miklu verra og svo bara í viku er félagið minn að vinna í honum og ég er að hugsa bara shit maður, þetta er ömurlegt svo horfi ég og þetta er nánast sama klipp og þetta er miklu fyndana þetta er bara svona, ok, þetta er gott þetta er bara, þú gerir upp þú veist, þú horfir á þetta, fílar þetta ekki og svo byggist þetta upp í hausnum að þér alla vikuna bara þú byrjar líka bara, ég ger þetta oft þú byrjar mýrilli að gefa rástæðar okkur mun ekki virka og þetta er að hæta þessu já, bara að gefast upp akkurat
og svo einhvern veginn horfði ég þetta aftur og svona, þetta ekki aðslæmt, ok, þetta gott og svo horfði ég þetta aftur og bara, fuck, hvað að hugsa en já, og við gáum hann út 3. desember móttökurnar eru búin að vera mjög góðar en ég er svona valla, ég er ekki búin að auglýsa hann jafn vel og ég myndi vilja en ég fíl það, þið geti hlustað á albúmið á Spotify, Apple, iTunes Apple iTunes Apple iTunes Er það til? Já, Apple Music ekki Apple hún var að fara í gegnum þetta, ég er Android man fucking sucker Fuck you man en ég myndi mæla með að horfa á specialin við getum fara á standuprecords.com fundið Big Small Town Kid Við getum bara að fara linkin í description núna kaupir þetta þá bara, hvað kostar þetta? Þú getur leikt þetta á $3 keypt þetta á 9 Þetta er engin penningur fyrir þetta Nei maður Ég með bara go for it Það er sko, sem peppa mig mest upp í svona að verða með eitthvað product sem ég get selt forever, þú veist, online eða þegar Lucy Kay útskýri hvernig hann færði sig frá öllum og byrjaði að selja sitt fyrir $5 það er, þú veist, það var eitt af þeir stærsta business move í comedy heiminum at the time og það græti svo fuck mikið pening á þessu, bara $5, þú veist, take it or leave it, bara mínu síðu og hann líka deep cut, en þú fær e-mailin hjá fólkinu það er sem peningurinn er really, sko þá eventually getur þú byrjað að selja auka dót og svona Akkurat, erstu búin að sjá nýja spilin hans? Wait a minute, það er að koma út? Kom út í fyrradag ég er ekki búin að sjá hann, ég ætlaði að sjá hann með Mauricio og svo lent hann í sótkví ég var náttúrulega fucking nei ég meina bara, ég er á e-mail-listanum þannig að ég er ekki búin að checka bara e-mailin, sko hann sendi e-mail, ég er á e-mail-listanum líka Guys ég er búin að kaupa núna bara allt, sko, sem er á síðan líka er hann, ég horfði ekki samt ekki á Horace and Pete já, er hún ekki svartkvítmyndin? Nei, það er hérna ég man ekki hvað ég keypti ekki Horace and Pete en ég keypti þess að, já, þetta var eitthvað svona indie mynd sem hann gerði way back en ég ítt á hana og ég var eitthvað að famla að borða og ég leiði, fuck, this ain't the mood, sko svartkvít mynd og þetta er ákveð mút, hann tók þá mynd upp á filmu já, bara way back eða ekki, 90s eða eitthvað nei, þú ert að tala um hérna shit, ég man ekki hvað hann heitir JB Smooth er í henni, ég veit hvað myndur út hann, hún er ógeðslega skrítin hún er ógeðslega fulleg, en ég fíl henni bótt hann gerði aðra mynd rétt á hann og var cancelaður daginn sem hann var cancelaður var frumsýningadagurinn Horace and Pete? Nei, það er einhver önnur mynd, ég man ekki hvað heitir með John Malkovich já, ok, wow áhugavert að hlusta á þetta svona þeir vita næstu í hvað er að tala það er svo oft ég tek podcast einn oft og ég er svona þekks að það maður Jamie já, akkurat, ég líka hlakkast til að ég elska að taka podcast einn ég hlusta svo mörg þannig og það er alltaf verið að, þú veist, Íslendingar eru bara ekki ég held að það sé bara ekki tilbúinir en það bara er ekki neitt stórt íslensk podcast sem einn gaur að tala og I wanna be that guy Bill Burr er meistarinn í þessu það er fyrsta podcast sem ég vil hlusta 12 ára að sopna við hann að random fótbolta það er eitthvað við að sopna við Bill Burr það er svo gott, sko ég held að það sé svona hvað heitir þetta þegar þú vilt ekki læra eitthvað þú svona bara ítur í frá þér ég veit ekki hvernig fótbolti virkar, amerísku fótbolti en ég er bara að hlusta á thousands of hours af Bill Burr að tala um það hann tala um hockey líka já, ég elska það aldrei hort á hockeyleik og hann er með nýtt podcast með The Fat Guy, Joe DeRosa og það er Joe DeRosa og svo er hinn feiti Bert Kreischer nei, Tom Segura hann er New York comic bald, hann var gett sexy þegar hann var yngri Bob Kelly maður fat fuck hann var sexy as fuck maður ég er búin að hlusta mikið Opie and Anthony nýlega með hann og þeir er alltaf það var alltaf roast of Bob Kelly og þeir voru bara að pull upp mynd what the fuck happened you ate him hann var líka í Louis bróður Louis gerði hann að bang bang manstu aðrið þegar hann er nýdivorced og hann bara eitthvað nei, það var ekki Bob Kelly, það var hingurinn nei, það var Bob Kelly, hann var bara eitthvað I feel so bad for you your life sucks now bara drullir hann and shit, já, fucking small town kid big small town kid stór smábæjarstrákur fuck that man íslenski þessu orðið hlaðavarp ég mun nei ég segi podcast it's a podcast, it's it pod maður er eitthvað annars þú vil plugga ég meina
hendum Instagramun allana í description. Já, Arnór Comedy Ertu eitthvað með TikTok account sem þú eitthvað postaði? Já, Arnór Comedy Allt Arnór Comedy Ég bara stilti alltaf ég er með heimasíðu Arnór Comedy Já. Þetta eitthvað þegar Arnar byrjaði ég kefti bara heimasíðu, hvort ekki raskat bara Ryan, en hvernig finnst þið þetta frá að gera Comics View? Ég sagði Arnar hann ætti að byrja vefsíðu sem með kannski smá bio og með nokkuð klips og honum að gera eitthvað djók að því þegar hann vill fara að gera corporate dot, here's my website, right? Já. Super easy bara. Það mér finnst alltaf lægi að byrja frekar snemma heldur en á seint. Já. Ég byrjaði til og með seint á Instagram. Já. Ég hef átt Instagram lengi en ég var ekki að gera neitt. Og ég einhvern veginn sé eftir í núna svona eitthvað. Þannig eins og ég alla daga þegar ég svona vakna þá reyni ég að posta á Snap mitt, poddið Instagrami og mitt Instagram. Já. Og svo ger ég TikTok yfir vikuna. En Instagram kinda sucks að því þú verður að gera eitthvað svona spurningar og svona, annars nobody gives a shit, skilur. Þú ert ekki að græða mikið followers þannig sem mun að vera með þér lengi. Já. En það er svona svo cool inn að með Instagram, þú veist, fólk getur sendið sér skilabúða. Þegar ég byrjaði podcasti þá var ég alltaf að senda á þennan og sem ég svara mér ekki og bara whatever. Nú er allar að koma til mín aftur. Það er geggjað, það er ekki að spyrja hann lengur, það er bara að koma. Þannig að tjekkja á hann á Instagram og big small town kid. Small town kid. Ég sagði það rétt, fuck já. Hey, horfður ekki á hann? Nei, ég er ekki með að horfa sko. Ég er bara með að sjá þessi nokkur klippur og eitthvað sko. Ok. Heigur, takk fyrir að koma á það, þú kemur aftur í ipcast.is sko. Ég er